Já, velkomin að Rauðaborðinu klukkan 8 á miðvikudagskvöldi. Hér hafa vanalega verið sagðar fréttir, það ekki, ég hef nú verið að benda á það út af það var breytt reglunum stuðning ríkisins við einkarekna fjölmiðla og það bendir til þess að við verðum utan garðs. En við höfum enga fréttir en við höfum enga fréttamenn, Björn Þorlás og Sigurður Magnús. Ég var að kalla ykkur sérfræðinga því að þannig á Íslandi í dag að nú öll þjóðin sérfræðingar í handbolta og þar með þið. Já. Og góð vika til þess að vera handbolta fréttamaður, Sigurður. Núna, akkurat í augnablikinu. Þetta er fínt, sko. Já, ég ætlaði nefnilega að fá sérfræðing til að tala um þetta á morgun, sko. En það er annar mál. Þetta var alveg stórkostlegur leikur í dag. Já, bara öllum draumum, óskum og þrám svara þetta kviknar í gærkvöldi þegar munar nokkrum sentimetrum að sænski markmaðurinn er ekki að sigra fyrir Svía. Sá andskoti sem hefur oft reynst okkur erfiður. Heldur betur og allt umturnast á einni nóttu eða bara einni sekundu og maður hélt að þetta væri bara í eigin brjósti en svo eru þeir búin að tala um að strákarnir úti að það bara breytist allt og þeim líka. Þeir voru svo fegnir líflínunni. Ég veit ekki, sko. En svona þarf að gerist þetta ekki nema þarna í seinni hálfleik. Nei. Voru Slóvenar með það sem að hét á Íslandi eins og slæmikaflin. Já, ég veit ekki. Allt í einu eru við bara komið 6 mörk yfir og svo 8 mörk yfir. Sko besti kaflin okkar í seinni hálfleik. Hann kom á tíma þegar stundum er vondi kaflin. Er þetta ekki okkar tími? Þeir helmingur seinni hálfleiks. Þeir voru svo innbyttir í þetta einhvern veginn, sko, fagnaðalætin og... En voru þið samt eitthvað smeykir í leikli að við myndum vinna þetta? Þetta var mjög skrítið, sko. Hvað klúðru við mörgum dauðaferðum hana? 7. Þeir vörðu ágætlega við lítið. Þeir mistu bolta 9 sinnum, en samt var bara 2 marka munur. Þetta er mjög skrítið með þessi fyrirháleikur. Sérstaklega sérfræðingar til að greina hann. Já, en mér fannst þetta aldrei að hættu. Fannst þér ekki? Nei, og ég vissi þetta strax í gærkvöldi. Það var ekki tilfinning, það var vissa. Af því að þetta er svo rosaleg gjöf, eins og Ólafur Stefánsson orðaði það í dag. Þetta er svo mikil gjöf. Við erum akkurat landið til þess að þykja þessa gjöf með mikla ástríðu í hjarta. Það nefnir hann eins og fólk sem hefur fengið lífgjöf. Það verður þykir oft vænna lífið og ekkir. Þetta hefur verið þannig. Þetta var nánast þannig, sko. Þetta var svo stórt. Já, þetta var stórkostlegt og margir leikmenn okkar sem að bara voru virkilega góðir. Já, mjög margir. Ímir og Elliði í vörninni. Það var alveg bara geggjað, sko. Og svo náttúrulega þessi frábæri leikmaður, þessi Gísli Þorgeir Kristjánsson. Og ekki gleyma Óðinni. Ég gleyma þegar hann hleypur tilbaka, hann horfir upp í skaran og hvetur allt áfram. Það var frábært. Mér fannst fallegt þegar Óli sagði Gísla áðan í beinni útsendingu á RÚV að Gísli væri besti leikmaður sem íslenskt landslið hefði nokkru sinni haft yfir að skipa. Hver sagði þetta? Ólafur Stefánsson. Já, hann bara horfði beint í augun á Gísla og sagði ég hef enga spurningar fyrir þig núna vinnur, ég ætla bara að segja þér eitt, þú ert besti leikmaður sem að Ísland hefur alið af sér. Hann hefur verið glaður að heyra þetta frá þessum. Já, hann hafa líka alveg auðmjúkur, já, hlakkaði fyrir. Það eru mörg tára augnablikin í þessu núna. Hann er svo öðru vísi leikmaður, hann getur dregið 3 varnarmenn með sér og hornamanni það bara einan eftir út í horninu og svo kemur hann hefur alveg ótrúlega hvernig hann hamast á hans að vera þreyttur. Þetta er gaman að þessu. Þetta er langt síðan þetta var gerst, sko. Já, 16 ár. 16 ár? Já. Þá var það heimsmeistaramótið eða eitthvað? Ég man ekki hvort það var Ólympíuleikarnir 2008. Það sem Snorri var nú vill þannig til að ég man eitt. Snorri var kjörinn maður keppninnar það ár. Hann var leikmaður keppninnar. Já, og var algjör lykilmaður fyrir þessum. En ég að fletta upp, sko, að við vorum í 3. sæti 2010 í Evrópukeppni sem var haldin í Póllandi sýnist mér. Þetta er mjög fátítt. Svo vorum við 2002 vorum við í 4. sæti í keppni sem var haldin í Svíþjóð og svo erum við með Ólympíuleikana og that's it, sko. Þannig sko
Ég spurði einu sinni Guðmund Tótt Guðmundsson þegar hann var landsliðsþjálfari að tekur leikhlé og svo fyrir Snorri að tala við leikmenninu leikhléinu og Guðmundur stendur bara til hliðar og ég segi, hvað akkur þá sagði hann, ef að hann að segja það sem ég ætlaði að segja, þá betur hann gera heldur en ég. Það reyndar í þessum það er svona sem leiklið þarna. Snorri gefur Gísla yfirleitt orðið í lokinu, sko. Það sem hann orðar það. Það svipað og var. Það er sniður að sá sem einn á vellinum og stýri sókninni orðið þetta hver á að vera heldur en að þjálfarið segja því. Ef þú ert með nógu góðan leikstjórnanda sem að Snorri var, sko. Liðþjálfa. Nú fær Snorri alveg stórkostlega reynslu umfram það sem hann hefur áður haft að koma drengjunum í undanúrslit, 2 næstu leikir, þvílíki lærdómurinn, hvernig sem þeir fara. Ég manna eftir Ólympíuleikunum, þá spilaði Ólafur Stefánsson sérstaklega rullu. Þá var hann náttúrulega svo sem var með, stóð hæðst í sínu liði af hinum. Og ég held hann hafi með sínu furðulega orðfæri og allt saman sem við munum alveg eftir. Þá var hann að reyna að flytja inn í hópinn sigurreynslu. Það sem að menn höfðu svona mismikla reynslu af því. Og það það sem var hans stóra afrek, held ég. En var ekki undanúrslitunum sem að við vorum allt í skrúinni og Logi Gisson kom inn og bara mark eftir mark. Sem svona hlutverk eins og Siggi Sveins var oft í þessu. Þetta svona menninni sem ekki að keyra vélina áfram. Heldur mæta bara á sviðið þegar búið að stilla upp og geta unnið leiki. Bara sagt, skjóttu. Svo langar mig líka en hópurinn þarf að hafa kynst sigri. Það vandinn við það að vera með hóp. Þú getur, og ég held að úrslitaleikurinn á Ólympíuleikunum var þannig að þegar við komum inn í úrslitaleiki þá vorum við ekki tilbúin í það, sko. Þá líklega alveg sama hvað fólk sagði að við höfum séns, að þá var eitthvað inn í þeim sem að það hafði ekki verið á þessu svæði áður, sko. Ég kannast við það. Ég sjá við franska liðið eða danska lið. Þau eru með þetta bara inngróið hver einasti leikmaður. Margoft unnið svona fyrirbrigði. En sko, við erum núna bara með 1 tap á bakinu og sá leikur tapaðist með 1 marki einungis á móti Ungverjum. Stigið sem við héldum að væri til einskis, það reyndist nú bara gulls í gildi, algjört örlega stig. Og það sem að sko eins og leikurinn endar í dag, sjáu þið hvað episk fegurð í því að aukamennirnir, varamennirnir, Arnar sem átti vondan dag í fyrradag og það var ekki bara í gær. Jú, þetta gerist svo hratt. Þetta var í gær, það var 2 leikir í röð. Já, og svo þarna skeggjaði, hvað hann heitir? Teitur. Að þeir skora báðir. Þeir skora báðir mörk. Teitur settir inn á bara svona, bara glæsið mörk. Já, það er gaman að þessu. Þetta ótrúlega stemning í liðinu núna. Herðu, svo var upp að koma á þinginu, vitið þið það? Að ég skildi ekki Hverjum ekki saman það? Nei. Brynjar Níelsson. Hann mættur. Já, og hann kemur því þannig fyrir að Þorgerður Katrín þarf að svara honum á meðan hún var að horfa á son sinn að hún var kölluð frá sjónvarpinu til að svara Brynjari og þá sagði Þórunn Sveinbjarnardóttir, þú getur kennt Brynjari Níelssoni þetta. Hann bara í... Og var þá stjórnarandstaðan móðguð út í forseta þings? Þorgerður? Nei, var stjórnarandstaðan móðguð út í forseta þings yfir að hafa sagt þetta? Nei, aldrei ekki. Hún svolítið móðgunargjöld? Hún mjög móðgunargjöld. En Saga segir sko, sem ég las að hún eiginlega settist ekki sko, hún var svo spennt að sjá hvað það gerast. Það að vera Íslendingur í dag, það að setjast ekki. Ég skil ekki bara, þegar svona þetta þjóðhátíð sko. Þeir finnst þetta lélegt hjá Brynjari. Já, og þinginu bara. Það var bara að stoppa þingfund þegar svona Eru talandi það var bara allstaðar verið að fella niður tíma í framhaldsskólum landsins og vinnustæðir voru bara að loka, alveg vinstri hægri. Og ég var að keyra hérna... Þetta verður högg fyrir landsframleiðsluna. Já, ég var að keyra hérna á leiðinni hingað núna til þess að fara í þessa upptöku. Þá skutlaði ég 2 handboltadrengjum, 17 og 18 ára á æfingu og þeir voru að tala um hvað þetta væri stórkostlegt fyrir handboltan og fyrir alla krakkana sem eru að æfa handbolta. Og mér langar að segja eitt, af því að ég var aðeins kynnst í hvað þarf, ég þekki 2008 árgangin mjög vel og það von á mörgum landsliðsmönnum, það einhver sterkasti árgangur sem hefur komið fram og til þess að vera strákarnir okkar þá þarftu að taka
flest jólafrí, páskafrí, hluta sumafrísins og fórna þessu öllu í hverja einustu helgi meira og minna stundum spila sem barn til 11 leiki á kvöldin, það enda lögreglumál. Þú þarft að safna peningi með alls konar aðferðum. Hann má alveg segja að skólinn sé í öðru sæti hjá mörgum af þessum strákum, þeir bara og mjög snemma og allar þessar fórnir færa þessir drengir og stúlkur og bara maður má ekki gleyma því hvaða rosalega margt mikil vinna að baki og hvað nær yfirleitt bara aftur til bernsku. Svo þeir eru fullorðið þá er alltaf mótin í janúar þannig þú mátt ekki borða mikið af nóakonfetti jólin. Og svo eru þrekhæfingar kannski klukkan 5 eða 6 að morgni áður en þeir fara í skólana og sko þetta er svo lýgilegt. Voru þeir þarna, ég sá fyrir mér að þú að keyra drengina. Ég sá fyrir mér að þeir væri svona eins og gasblöðru sem hefur legið upp í þakið á bílnum. Voru þeir ekki hátt uppi í strákarnir? Þeir voru svo hátt uppi. Strákar, ég bara tárast í alvöru þegar ég bara hugsa þetta. Mér finnst þetta svo stórt. Þetta er bara dásamlegt. Alveg frábært. Svo veitum við ekki alveg hvernig við keppum á föstudaginn. Nei, það skýrist í kvöldið ekki. Veitum ekki, það verður ekki ljóst bara fyrir en einhvern tímann 9, rúmlega 9 í kvöld. Eða svona fyrir 9, um 9 litið. Við hverja við erum að spila. En þetta verður Þetta verður spennandi. Já, og þá held ég að öll þjóðin verði að horfa. Já, held ég líka. Heldur að fá ekki allir frí og svona. Nema Brynjar Níelsson. Ég sá hann var komin á þinga þá sem vantaði eitthvað til þess að leggja kapal því að það var eina sem ég man eftir hann á þinginu annars var hann að leggja kapal og svo var hann að tuða yfir því hann hefði greitt atkvæð með eitthvað með óbræð í munnunum en ekki eftir því. Líka þegar hann var að leysa sem forseti, hann var einn af varaforsetum og ef maður orðið þá var hann alltaf alveg við að sofna, engan áhuga á þessu en svo aftur er eitthvað annað í fréttum í dag? Ekki veit ég það. Við vorum í fréttum í dag. Við talum frá því í gærkvöldi. Við erum búin að mata alla helstu fréttameila bara á dagskrá gærkvöldsins. Við Trump var náttúrulega í fréttum og við ætlum að vera með Trump-tíman eins og við erum alltaf á miðvikudögum. Nú kemur Nicole Lee sem er frá Michigan og Magnús Helgason, sagnfræðingur sem lærði í Minnesota og Guðmundur Auðunsson sem lærði í Washington og Ólafur Þór Harðarsson. Og við ætlum að tala Trump. Þetta er flott lið. Og síðan ætlar þú að tala við Gísla Tryggva svona fasta þátt hjá okkur sem erum lögfræðina í fréttunum. Já, og í þessum þætti í kvöld þá rifjar Gísli upp nokkra sögulega hæstaréttardóma sem eru alveg kostulegir sumir hverjir. Þannig að ég mæli með því en við erum meðal annars að ræða harkalegar handtökur fyrir norðan, handjárni við meðan dag fyrir fram að börn og eitthvað svona, í svo kallega vélfagsmáli og við svona spyrjum okkur hvort það sé að koma svona meira Amerikan menning yfir framkvæmd lögreglu á því að beita vald. Þeir æsist upp þessu myndi frá æs. Já, það er vonað að við spyrjum. Og margt fleira, þannig að það er gíslega flottur. Við ætlum að vera með leikhús það var frumfluttur, nýr söngleikur í Þjóðleikhúsinu á laugardaginn, Ormstunga, eftir Hafstein Níelsson og Oliver Þorsteinsson, kornunga menn. Hatt er bara 27 ára, Oliver er 30 og ég var þarna á sýningunni, það var staðið upp og klappað og maður sá það, maður finnur að stundum hvað salurinn vill gefa og Sannur var svo rosalega ánægð með þetta var ótrúlega sigur fyrir þessa drengi að hafa búið til söngleik og voru uppkvötaðir í námi bara í fyrra í listaháskólanum og þetta komið upp á svið og virkaði svona frábærlega en það var mikil fögnur með þá en ég er með báða höfundana og svo kemur líka Jakob von Osterhout sem að syngur Gunnlaug og Ilmur Kristjánsdóttir kemur líka. Mjög spennandi. Og ég ætla að slá botnin í þáttinn með því að spjalla við konu sem er eini íbúinn í heiminum sem er með doktorsgráðu á hörpuleik. Dr. Harpa. Já, Dr. Harpa. En hún er líka framkvæmdastjóri Myrkra músíkdaga sem hefjast á morgun. Hún er íslensk þessi? Já, hún er íslensk. Hún er Gunnhildur Einarsdóttir. Hún er systir hennar Þóru.
Einar söngkona sem að margir kannast við og hún ætlar að fara yfir hátíðina framundan og hún ætlar að ræða eins og við höfum verið að gera alla vikuna líka hlutskipti listamanna og hérna bara mjög spennandi að heyra í henni. Það var hérna í þætti sem ég var með í gær íslenska menningu. Þá voru nú svona yngri listamennir á því að borga sig bara eiginlega ekki að pæla í peningum. Bara vítt á þetta sé bara amatúrismi. Því það að fara að reyna að lifa listinni að þú, sem kannski reynsla listamanna í gegnum aldinnar, þá selur þú kannski sjálfinn á leiðinni. En það er eitt. Ég er ekki að segja ég er ekki að mæla með því beint, en ég er bara að benda á að það er hérna mikið rætt um list og peninga. En það er eitt sem að Gunnhildur segir sem ég langar kannski til þess að nefna hér að í Japan þá hafa þeir komast að því að það eru miklu fleiri tónlistarnemar sem að fara í gegnum kerfið og eru frábæri tónlistarmenn heldur en þeir sem fá beint vinnu við tónlist. En japansk stórfyrirtæki þau eru farin að skáta núna alla þá nemendur sem ekki komast beint í tónlist og þau hafa komast að því að ægin og einbeitingin og æfingin í að koma fram og það hvernig heilin fungerar í þessum hæfileikaríku krökkum eða unga fólki, hann sé gulls í gildi þannig að það farið að hausa veiða sko listamenn sem ekki náðu kannski sérstaklega í klassísku námi. Já, sérstaklega mögulega í klassísku og látið leita dúksum. Langflestir eru líka í klassísku námi alltaf svona smá viðtal við dúksana og þá kemur ljósað bara dúksar í öllu en svo eru þau kannski bara í fiðluleik eða píanóleik með sko það er það sem kemur ægin en hér er semst ábending til íslensks atvinnulífs að hérna við getum lært að Japanu í þessum hefur verið í píanónámi þetta verður þátturinn kvöld, takk fyrir að koma hingað og Pétur Hjálmsteð fyrir að taka upp og senda út Laufey tók nú eitthvað upp hérna fyrir í dag líka. Og ykkur þakka ég mest sem eru að horfa og hlusta og bendi á að þið drífið þetta áfram eða þau ykkar sem hafi tekið ákvörðun að gerast áskrifendur samstöðunni þar að fáum við afli til þess að halda samstöðunni gangandi og vonandi fáum við afli til þess að láta hana stekka í framtíðinni. Ef að þú ert löngu búin að taka ákvörðun það að slást í þennan hóp en hefur ekki látið vera að því þá hveti ég til þess að fara inn á samstöðun.is þar hnappi sem ástöndur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskriftinni sem er 2750 krónur og þú mátt borga mér vilt og þeir sem kjósi getur látið áskriftin að renna alls félagsskuldin í alþýðufélagið, það er einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Við ætlum að skjóta einn smá auglýsingum og svo ætlum við að kanna stöðuna á Donald Trump. Við viljum að okkur verði miskunnað og við skulum miskunna öðrum. Ég heiti Bogi Ágústsson. Ég trú á miskunnsemi. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Þú ert að hlusta á samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Þá er miðvikudagur og þá er Trump-tíminn hérna við rauðaborðið og hingað eru komnir góði gestir. Hérna er Guðmundur Auðunsson, hagfræðingur sem býr hérna í London en þú lærðir nú í Washington í Bandaríkjunum. Og Nikolai Mostis, dóttursnemi, þú ert frá Michigan. Já. Og Magnús Helgason, sakfræðingur, þú lærðir í Minnesota. Jú. Aðal fylkin í dag. Já. Og svo er vonað honum Ólafi Þórn Harðarsinni, prófessor hérna eftir smá stund. Ef við ekki bara byrja þá í Minnesota. Er þetta svona vika það sem að Trump er að gefa eftir á þessum einhverju ykkstöðum? Já, ég held að það sé það er nokkuð ljóst að hann er að draga í land í Minnesota
Hvort að það þýðir hann drægi land í þessum útlendingamálum svo allt önnur saga og það mjög ólíklegt að hann gerir það að einhverju neinu markverðu ráði. Hann gæti hins vegar breytt kannski eitthvað áherslum því að það sem stendur upp úr í þessu öllu saman þetta að útlendingamálin innflytjendamálin hafa verið sá málaflokkur sem republikanar og Trump hafa staðið sterkast og þannig að jafnvel þegar að almenningsálitið var búið að snúast gegnunum eða var að snúast gegnunum í öðrum málaflokkum eins og í efnahagsmálum og tollamálin eru ekki vinsæll af þeim sem annað svona stórt mál hjá honum að þá útlendingamálin var einhvað síður málaflokkur þar sem hann hélt áfram að standa mjög en gaf samt eftir, hann bara ekki eins mikið og í einu Nei, hann blæsur upp samt þegar það kemur upp annað en svo til dæmis þegar það hefði hæst Epstein, þá fór hann hart að Chicago og þú veist, þetta nefnilega hann fæ ákveðin meðbyrði úr hans hornið og hann næja stýra líka, það eitt sem kannski menn ekkert að sjá, hann næja stýra þau fer inn og þau gera eitthvað, það magnist upp og þá hægt að segja, já sjáðu, það terrorist og þetta hann næja einhvern veginn að stýra meira með því að beita þessi harku. Já, en í þessu þetta, það er meiri hluti kjósenda, ennþá fylgjandi í prinsipinu, útlendingastefnu hans, það það að fækka innflytjendum og að reka úr landi ólöglega innflytjendur. En það framkvæmdin sem hefur mikill meirhluti almennings andsnúin því hvernig hann framkvæmdinni. Hann að leita annar leið til að framkvæma þetta. Já, það það sem ég segi, þetta. Hann hefur, þannig að það könnun sem var Rasmussen, nýlega könnun þessi mál sem mér mjög athyglisverð vegna þess að mitt ár 2025 þá það byrjum 60% í þessari könnun eru fylgjandi því hvernig hann að taka á innflytjendamálunum. Þvert á flokka, það ekki? Af kjósendum bara heilt yfir. Sem sýnir það þannig með mikinn meiri hluta kjósenda á bakvið sig í því hvernig hann að taka á þessu máli. Málið þar sem republikanar hafa verið á heimavelli, málið sem hann hefur eitt af hans aðalmálum og núna eftir þetta framkvæmdina í Minnesota og í Minneapolis að þá hefur þetta snúist við. Þannig að núna 60% ósátt við framkvæmd innflytjendamála, hvernig hann að fylgja þeim eftir. Og það það sem ég held að sé markvert í þessu þetta að þetta sá málaflokkur, það sem hann hefur staðið sterkast þó hann hafi stuðning fólks í því að fækka ólöglegum innflytjendum eða flytja það úr landi að þá hefur almenningur snúist gegnum í því hvernig það framkvæmd og það þess sem ég held að það sem gerist það að hann að draga í land í Minneapolis vegna þess að hann búinn að missa stjórn á narratífinu þar. Það held ég hins að muni ekki þýða það að hann dragi land í innflytjendamálum, að það gæti þýtt það að hann breyti stefnu í því hvernig það framkvæmd. En svo hann halda áfram. Það bara ef þau horfi á hvernig hann takst á innflytjendamál. Það bann á 75 lönd til þess að koma inn og ég var að fletta í gegnum sem löndum, þetta staðar eins og Jamaica og Barbados, Fiji og það þetta, það að fara hart í dómstól eftir birthright citizenship, það að draga tilbaka Title 24, það til þess að af ríkisborga, að taka af fólk naturalized citizenship eða þessi áunnið ríkisborgarétt, hann koma frá svo mörgum vikstugum, bæði í dómstólum og svo þá þetta það sem ásýnd, það sem við sjáum. Þetta mest áberandi, það æs á götum úti. Heldur að Trump og hans fólk hafi talið að þeir gætu unnið á því með því að sína bara mjög mikla hörku. Það verður bara fréttir af því að þeir verður að fara inn í vinnustadi, teima fólk út, að það myndi leiða til vinsælda. Ég held að þarna eru komin þetta mjög góð spurning. Því af hverju myndi hann kjósa, eða myndi þeir kjósa að framfylgja þessari stefnu með þessum hætti. Þess að þú nefnir Nicole, hann að sækja í þessum málaflokki á mörgum vikstöðum og sumt af þessu held ég að sé nokkurn veginn útilokað að hann geti komið í gegn eins og til dæmis það að afnema birthright citizenship einfaldlega vegna það í stjórnarskránni. Hvort að hann getur komið náð fram einhverjum takmörkun að einhverju leyti, það annað mál. Ýmislegt af þessu
eitthvað sem sko, er consequential, hann gæti haft stuðning fyrir og hann að ná einhverju markmið með. Það sem hann hins vegar vill og hans stuðningsmenn vilja að fækka ólöglegum innflytjendum eða innflytjendum almennt innan Bandaríkjanna. Og það að fara með þessari hörku gegn framkvæma stefnuna með þessari sko, sýnilegri hörku, það þjónar sko, þeim tilgangi að vissuleiti sem þetta, það að fæla fólk frá Bandaríkjunum og hvetja innflytjendur sem ólöglega til þess að self-deport eins og það heitir. Og það að því leiti það, sko, maður getur sagt að það sé lógík í þessari stefnu. Það hvort hann haldi að þetta sé vænlegt til vinsælda, það finnst mér mjög sérkjælega. Það getur vel verið hins vegar þegar við reikna það sem svo að þetta myndi sko tala til þeirra kjósenda og fólk væri hrifið af því að sjá það að hann væri að fara fram með hörku gegn í þessu máli. Kannski hafa þær haldið að svo sé, en raunveruleikin sá að það svo er ekki. Þannig að það er það sem ég að segja, sko, sem ástæðan fyrir ég held að sko, hann muni breyta þessu stefnu vegna þess að hann sér það að hann hefur ekki meirihluta almennings á bakvið sig í því. Fólk styður það ekki að vera með grímuklædda hersveitir á götunum að skjóta óvopnaða Bandaríkjamenn. Ég held að partur af þessu líka það að þetta tiltekin aðgerð og þessi harka, hún var ekki heldur áætlað að fara þar sem hún hefur farið. Að það er ekki bara ICE, þetta er Border Patrol og þetta er ákveðin hlut af National Guard sem þau eru að henda þarna inn. Það er engin eftirleitt yfir bara hverju það er sem farið þarna úti. Það er komið svona óháður rannsóknir sem er komið fram að Border Patrol að það eru bara mörg þeirra glæpamenn og fólk sem voru sama þó að enginn hafi ætlað að einhver eru skotin í bíl og að þá með því að beita svona mikil hörku þá er eiginlega gefið að eitthvað svona kemur upp á. En nú er spurning sem að svo maður fari aðeins út í samsæriskenningar að sumir vilja halda því fram að þetta offer sé viljandi gert til þess að reyna að fá reaksjón svo að sé að þetta senda herinn á götun. Það er það. Fyrsta lagi held ég að það sé ekki tilviljun að þetta fer eins og það fer. Ég held að það sé sko vitandi vits, viljaðir fá átök. Hver er tilgangurinn með því að fá átök er svo annað mál. Ég held að sko lógiska og skynsamlega og svona sko skýringum að vil gefa þeim einhvern sko kredit væri það að segja að þeir hafi trúa því að með því getið náð fram innan gæsalappa jákvæðum markmiðum sem það að hvetja fólk til þess að self-deport og eða að höfða til sinna stuðningsmenn sem vilji sjá þetta. Það væri svona rational skýringar. Aðra skýringar eins og sem þú kemur upp með sem það að kalla fram neikvæð viðbrögð. Ég held að það geti líka verið skýring. Skilgreina mótmæli sem uppreist og senda aukið það er líka þessi áróður og sem að skapa enn meira svona kás í þetta er þegar þeim sem ábyrgur fyrir þetta fara út með þessi domestic terrorist á hinn venjulega Bandaríkjamenn. Ég kem frá miðjufylkinum, ég þekki fólk frá Minnesota, þú bjóst þar. Þetta er það sem við kallum bara salt of the earth people. Það er ekkit alveg rosalega frjálslynd, þetta er bara venjuleg fólk sem, ef eitthvað maður, við kallum alltaf, þau voru bara svolítið normenn Bandaríkjum, þeir eru svona sískinni ykkur, að það bara, þeir greiða sinn skatt, þeir vil almennilega þjónustu, þeir eru góð með nágrunna þeirra. Ekki sem margir sem trúið í að það séu terroristar og Svo þegar Kristi Noem og Stephen Miller og Kash Patel, allt þessi leik þáttekendur fara út og vilt meina að þarna er vonsku gagkvætt og þarna þeir fela. Jú, þú veist, þarna eru þau stíga rangt, þarna hefur þau misti stjórn á og það er það sem ég meina með ætlun. Ég held að engin ætla til þess að hinn venjulega Bandaríkjamann í Minnesota hryðjuverkamenn. Og nú þú eldstrókar og næst Trump í aldri. Hvað er hann að hugsa? Þetta var góð spurning. Þetta er besta spurning sem ég hef fengið á löngum ferli mínum. Enda veit ég ekkert hvernig ég á að svara henni. En ég held að í framhaldi af því sem þú voru að segja sko að samsæriskenningin ef þú vilt sko er náttúrulega svo að Trump sé bara að reyna að efna til sem mestra átaka og meiningin sé svo að hann ætli að koma í veg fyrir
að kosningar í nóvember geti farið fram með venjulegum hætti. Þetta er kenning sem maður hefur svona heyrst, sko. Ég skal nú ekkert segja hvort hún er rétt. Það sem að mér finnst hins vegar lang athyglisverðast við það sem Trump hefur verið að gera undanfarið er að hann virðist vera búinn að stíga yfir línuna á fleiri en einum vettvangi. Varðandi þessi morð æs sveitanna þá hefur hann greinilega gengið fram af fjölmörgum bandaríkjamannum og áreiðanlega miklu meiri hluta bandaríkjamanna og maður sér og ég held að það sé í fyrsta skipti að það er umtalsverður hluti repúblíkana sem að segir að það sé gengið allt og langt í þessum hefndarverkum og þessum hróðalegu aðförum. Þetta náttúrulega í rauninni sko minnir mann á SA-sveitirnar eða Gestapo sem maður á nú að fara varlega með að draga samlíkingar með. En fleiri sem eru að líka þarna á milli sko. Ég meina þetta verður bara þetta minnir alltaf meira og meira og óþægilega á millistríðsárin í Evrópu. En hitt málið þar sem hann gekk líka of langt og er að fá það í hausinn er þetta þessi Grænlandsaffæra. Því að hún hefur algjörlega komið í hausinn á honum. Hún varð til þess að Evrópumennirnir sem að hinga til höfðu talið lang skynsamlegast að reyna að díla við hann með því að fladra bara upp í hann, segja bara, heyrðu við erum þarna með einhvern skrítin, hégómlega náunga, við verðum að reyna að gera eins gott úr þess og við getum og þess vegna látum við svona, þó að það sé nú ekki stórmannlegt, þá er það kannski skynsamlegt, en núna gekk hann svo langt að hann er búinn að sameina stærstan hluta af Evrópuríkjunum og við fáum, og reyndar Kanada líka, því að þessi ræða hans Karni var náttúrulega mögnuð. En við sjáum það líka allstaðar með leiðtoga Evrópu. Meiri sé að þeirra leiðtogar sem hafa verið hallir undir Trump, eins og Meloni og hann þarna Slóvakíumaður, að þeim er bara gjörsamlega ofboðið. Þannig að hvað fær hann út úr þessu? Hann fær það út úr því að Evrópumenn í stórum stíl eru farnir að segja okkar eðlilegu samskipti við Bandaríkin, þau eru bara fyrir bí, að minnstakosti í bili. Hvað eigum við að gera hér í Evrópu? Í fyrsta lagi eigum við að reyna að efla okkur, við eigum að reyna að efla hervarnirnar, við eigum að reyna að efla okkar eigin vopnaframleiðslu, við eigum að verða minna háðir bandarískri tækni heldur við höfum verið. Þannig að þegar Evrópumennir fara að vígvæðast og Trump hélt að þá myndu þau bara kaupa þetta græjur frá Ameríku, en það er bara ekki það sem þeir að gera. Auðvitað eru þeir að reyna að efla sín eigin vopnaðina og til viðbótar. Hvað eru Evrópumennir að gera núna? Þeir semja alla Kínu. Þeir semja alla við Kínu. Þeir eru að halla sér að Kína. Evrópusambandi með þennan risasamning. Carney er nýkomið frá Kína og mér sé að Starmer er hérna að þannig að þetta er í rauninni sko allt saman. Össur kláraði það nú 2012 eða eitthvað. Já, það er náttúrulega ekki að spyrja Össur. Menn varðu við þessu. Það voru þingmenn og annað sem varðu við þessu. Auðvitað, en Trump bara ansar engu. En það mætti fara eftir þessu kosningar. Það var eitt í viðbrögð við Minnesota sem við finnst við megum ekki fjallum. Og það var það þegar dómsmálaráðherra hún Pam Bondi að hún heimtir að fá kjörskrá sem hluti af það að draga úr og við erum að sjá víða, það er þessi lögsókn eftir bara til þess að fá kjördæmi, til þess að fá ekki bara sæti, bara til þess að fá fylgjum til þess að breyta hvernig meðhöndlun og kjörskrá og kosningur eru framkvæmdur og þessi áróður í kringum þetta samhliða því að það er bara að tróða og dæla penningu bara
ef ég mætti segja bara vanhæfa frambjóðundum sem mun bara fylgja trölla Trump í sína vilju. Og þar þessi viðbrögð og það sem hann gera, hann að reyna að nota það líka til að stýra þetta. Og þetta var stórt minutu fyrir viku þegar þetta var partur af við skulum baka þegar þau heimtuði að fá kjörskrá. Ég held nefnilega að sko, ég hef verið að hlusta á podcast hjá þeim sem voru hérna á sínum tímum með 538, Nate Silver og hann, hvað heitir hann, Galen eitthvað og það sem þeir hafi verið að segja, eða Galen var að segja í podcasti sem ég hlustaði á bara í gær, er þessi spurning, er komið að vatnaskilum í bandarískri pólitík. Er Trump búinn að gera svo mikið af mistökum að núna bara fjari jafnvel hratt undan honum. En hefur ekki oft verið á þessum tímapunkti þar sem að einhver segir þetta? Já, ég hef nú ekki heyrt það. Hvers konar vatnaskilur við tala fyrir sinni, sko. Hvaða vatnaskilur við tala sko, en spurning hvað hann að tala ég held að sé að tala bara að fylgi Bandaríkja manna við hann sé að hinn geti hrunið og það geti hrunið mjög hratt. En það sem að mér varðandi þetta, þá líka má vara við því að þetta eftir að Trump tapaði fyrir Biden 2020, þá vorum við búin að afskrifa hans að það væri, nú munu menn fara á hraða hlaupum frá honum, og það gerðist ekki. Þannig að má ekki vanmeta það, en ég held að þessi náungar sem voru að tala með Silver og Galen, þeir eru sko, þeir grína í tölur og þeir eru búin að finna eitthvað alltaf data sko. Og auðvitað segir hann þegar hann spyr eru að verða vatnaskil, þá segir hann náttúrulega strax, já, það er alltaf snemmt að segja til það. Það eru bara hins vegar eru ekki ákveðin kennimerki sem að benda til þess að vatnaskil gætu. Nefnilega allir búin að bíða eftir að næsti tekur við. Það er svona þingið bara, þeir afskrá, þeir ekki að fara að gera það, allir bíðan eftir að dómstól dæmir rétt og þau gerir það og þá fer þetta eftir til áfrýjunni dóm og svona. Það er allir bíða eftir að einhver tekur þessi ákveðin til þess að segja bara stopp, hingað þetta komið og ekki lengra og þetta er þessa vatnaskil sem þeir tala það verður að koma. Það er í rauninni sko líka þegar ég var að kenna bandaríska stjórnkerfi hér fyrir margt löngu, þá kenndi maður alltaf check and balances og það gæti engin eitt ráðið öllu. Nú hefur Trump verið að sölsa undir sig og efla framkvæmdavaldið og menn hafa verið að velta fyrir sér, eru þessi check and balances bara algjörlega horfin. Og nú sér maður hins vegar sem sé merki það að þau sé nú kannski ekki alveg dauð, þar að segja að það kemur uppsteyt í þinginu, sumir þingmenn repúblikana eru að andæfa Trump. Menn eru að tala núna að stoppa fjárveitingar til ICE. Dómstólarnir, þeir hafa við náttúrulega með Hæstarétt sem miklu hallari undir sjónum með Trump sin áður, en það gildir ekki alveg í öllum málum. Þannig og fjölmiðlarnir eru nú ennþá á lífi. Ég held að sé eitt sko eru vatnaskil í bandaríkjastjórnum almennt eða í valdatíð Trump. Sko, ég held að sé eitt nú hérna í fráverðan í vörn. Já, það er náttúrulega erfitt að segja til það og ég meina hann karakter hans þannig að hjá honum sókn besta vörnum og það kannski líka mjög mikilvægt að hafa í huga að hans taktík hefur alltaf verið að keyra úr einu uppnámi í annað og búa til eitt uppnám til að draga athygli frá því seinasta. Nú eru allir búin að gleyma Venezuela. Já, og þannig að þess vegna til dæmis þetta hann nú að leiðin inn í Íran eða ekki? Nákvæmlega og ég myndi segja það er ekkert sem maður á að taka af borðinu sem möguleika og ég held bara alveg svona grínlaust og án þess að maður sé með einhvern dómstagsspádóma að þá ætti maður ekki að láta það endilega koma sér á óvart að hann myndi beita kjarnorkuvopnum einhvers staðar. Bara ef hann komin í þannig horn að þá held ég að hann myndi gera það og svo plús það að hann eðlilega hans svolítið þannig, hann tilbúin að ganga eins langt og hann heldur hann geti komist upp með að ganga en það
er líka sem mikilvægt í þessu það að hann hefur líka sýnt það þegar hann stendur frammi fyrir því að hann kemst ekki lengra á þessum vígstöðum, á þessari vegferð að þá bakkar hann. Það þýðir ekki að hann fari í vörn, hann fer þá bara í sókn á einhverjum öðrum stað og hvar það verður, við erum eftir að sjá það. Þess vegna held ég að hann muni bakka núna í Minnesota og Minneapolis, en hann færir bara sókn einhvert annað, hann breytir því hvernig hún hann beinir athyglingu að einhverju öðru, þannig að það er engin ástæð fyrir einhvern veginn andstæðinga hans að fagna of snemma. Hitt er mjög mikilvægt. Akkurát og síðast ekki Pittsburgh held ég sem er næsta á listanum yfir þeir ætla að hefja eitthvað svona ice surge, en það sem er mikilvægt varðandi vatnaskilin hjá honum og stöðuna sem hann er í þetta að í þinginu þeir ekki með nema 4 þingmanna meirhluta og það má engu muna það að þeir séu komnir í minnihluta í þinginu. Það þarf ekki nema örfáa menn rökkvi upp af. Er það að tala báðadeildirnar? Ég er að tala í fulltrúadeildinni Hann er líka knappur meira hlutin í senatinu. Já, en öruggar einhver síður en það eru hins vegar nokkur decent Republicans. Svo er það reyndar. Eins og hún Lýsa okkar frá Alaska. Það er ofta að fyrir að líða kosningum að þá er einhverju sem hann stýður ekki og sjá sængsina útbreyta og þá getur orðið svona rót í hans herbúðum. En það sem punktur minni þessi að það er að koma með kjörtímabilskosningar og það eru allt útlit fyrir að þeir tapi örugglega í fulltrúadeildinni og hugsanlega jafnvel líka í öldungadeildinni. Það er meðaltalið úr miðkjörtímabilskosningum forseta það að þeir tapi einhverjum 4 í senatinu og einhverjum 20-30 í fulltrúadeildinni og þetta myndi duga þeim til þess að missa meirihlutann á báðum stöðum og þá er Trump situr hann eftir sem einhver svona lame duck fórseti. Það er alltaf líka til þess að demokratar gera aðra tilraun til þess að kalla yfir hann landsdóm og koma hann frá með þeim hætti. Þannig að hann er í erfiðri stöðu, skulum við segja. Og ég held að eitt af því sem skýrir það hvernig hann er að fara fram er það að hann gerir sig grein fyrir því. Hann gerir sig grein fyrir í fyrsta lagi það að það er bara tímaspursmál hvenær hann missir þau allsherja tök sem hann hefur á öllu stjórnkerfinu. Eins og þú segir the checks and balances séu farnir, en partur af því er sá að þingið hefur verið honum auðsveift. Og þingið er ekki endilega eins auðsveift eftir því sem líður nær kostningu ekki að halda þeir muni tapa næstu kostningu sérstaklega ekki og ef þeir tapa þeim þá verður það ekki það má ekki gera lítið hangir á trusti. Ef trusti fer þá það ekki til þannig að hann hefur getað dregið það til sín núna, en ef hann verður í andróðri þá minnkar trusti. Náttúrulega ef þú færið forsetar sem er tilbúin til þess að tróða á skítugum skónum yfir allar venjur, öll norm sem að hafa í 200 ár gilt í bandaríska stjórnkerfinu, að þá náttúrulega lætur eitthvað undan. Það er að segja en það má ekki gera lítið heldur úr hvernig hann og Mitch McConnell eins og við segjum bara á enskan afsakið stacked the courts. Og núna það sem við erum að sjá að það eru dómara sem hann skipaði sem ekkert að fara í hans hag en það að fara eftir til áfrýjunar og ég var að lesa grein ef ég mann þetta var New York Times nýlega þar sem þau voru að sýna að hann hefur 90% af hlutum sem farið eftir í áfrýjunardómstól hefur fengið framgang. Svo þetta er mjög mikið svona ping-pong þarna og það sem er svo hættulegt þar að við megum ekki gera lítið úr því að þau taka ákveðnir sem kannski lifa lengur. Svo þó að hlutunum breytist í midterms sem bara ég held að við heimurinn er að það gerist. Það eru hlutunum sem þarf að hreinsa til ákveðnir sem hefur verið teiknur sem þarf að fara virkilega í og snúa tilbaka. En ég held að varðandi þetta að ég held að Gunnar Smári var með koma kjarnanum, það er þetta með traustið að það hefur það er gersamlega búið að jarða það og ég held að ég og nú fjölskyldu svona dæmigerða demokrata fjölskyldu sem er í búsett í New York, það er að segja fjölskyldu konu mínar sem er bandarísk og börnin mín eru með bandaríski ríkisborgar og hafa verið í námið þarna. Það er ekki hægt að
það er ekki hægt að sem sé vanmeta hatrið sem að fólk í Bandaríkjunum hefur gagnvart hinum. Já. Og þetta hefur aldrei verið það hefur aldrei verið svona á national base. Það hefur kannski verið á einhverjum lokal sögulega, en þetta hatur er það að ég sé enga leið til að brúa þetta, og leið úr komið með þetta að þá eru sko leikreglurnar komnar á borðið. Leikreglurnar í bandaríska stjórnkerfinu eru komnar á borðið, og það er í raun og veru verið að búið að rífa þær upp, og Trump er í raun og veru bara búin að taka sér ákvarðanir, hann bara ráði þessu. Og það er ekki hægt að draga úr því, það er fólk sem ég þekki þarna, hversu mikið að hatar hann og þá sem eru í kringum hann, að ég sé þetta ekki breytast. Vegna þess að það er við erum búin að koma fram hjá point of no return. Það er ekki bara hatur og Trump. Nei, það er líka að hata hver annan. Andstæðingar sína sem landráðamenn. Og Trump er að tala um það að fólk sem er að mótmæla, þetta hefur aldrei verið gert áður. Það kallar það bara blanket terrorista. Ég er bara venjulega minna sóttubúa. Það er ég. Það var mjög athyglisvert að varðan til morðið á honum Alex Bretti að sko að framganga ráðamanna sem voru að segja að þetta veri terrorismi og hann hefði verið vopnaður, og það þýddi eiginlega að það mætti bara skjóta hann, og þetta var hann vopnaður, en þeir tóku reyndar af honum byssuna áður en að þeir skutu hann og myrtu hann bara með köldu blóði. En það sem að mér fannst athyglisvert var að National Rifle Association gerði miklar athugasemdir við þetta og fór náttúrulega að tala um stjórnarskrárbundin rétt Bandaríkjamanna til þess að bera vopn. Og okkur kemur það náttúrulega spánst fyrir sjónir að mótmælandi, venjulegur mótmælandi sé með skambissu í vasanum. En þetta er leyfilegt, þetta er heimilt, og þetta afsakar náttúrulega á engan hátt þetta morð. Það er reyndar líka mjög ánægjulegt varðandi þennan skelfilega atburð að sko við höfum alltaf skýrt dæmi um það að ligamaskína Trump hún er stoppuð, og í rauninni vegna þess að það er fullt af venjulegu fólki að taka myndbönd á staðnum, og síðan eru það alvöru fjölmiðlar sem að greina þessi myndbönd í tætlur og sýna fram á að það sem að stjórnvöld er að segja er bara tóm lygi. Og venjulegt fólk það náttúrulega venjulegt fólk það sér þetta. Nei, samfélagið er klofið eins og Guðmundur. Já, en sko þetta skiptir einhver máli. Það er allrangt hjá þér. Ég sko ætlaði að taka um með það. Ég held að það skipti máli vegna þess að einhverju leyti auðvitað þá trúir bara fólk því sem það vill trúa, og það trúir því sem þeim er sagt, og það er alveg sko þetta er eitt af stóru vandamálunum þarna er það, þetta er eitt af einkennum samtímans í Bandaríkjunum, og eitt af vandamálum í Bandaríkjunum er akkurat að það eru tvær þjóðir, eða það er þessi polarisering sem er orðið til þess, að hluti af þjóðinni tilbúin að sjá hinn hlutan í þjóðinni sem sko í raun og veru rétt dræpa einhvern veginn, og það er hið undirliggjandi út af þessu halda liðsmenn Trump að þeir geti sagt hvað sem er, og þannig að þetta með það að Alex Bretti hafi verið vopnaður, að þessi saga einhvern veginn kemur einhvern veginn þannig að sko samkvæmt fyrstu upplýsingum af vettvangi sem Hvíta húsið fær, að þá var hann með byssu, og þá ákveður Stephen Miller að það skuli vera sagan og narratífi frá Hvíta húsinu að þarna hafi verið vopnaður, vinstri sinnaður, hryðjuverkamaður, og þess vegna sé það með einhverjum hætti réttlætanlegt að hann hafi verið tekinn af lífi af götur, og það hafi verið betur, og með þessu þá myndu stuðningsmenn Trump, allir sem að fylgja liði hann og aðgerðir hans, og þetta myndi bara sigla fram hjá okkur eins og hver annar svona bara, þeir eru þessu skoðunar, hinn eru hinnar skoðunar, og það breytir engu neitt, sama hvað myndirna segja. Hins vegar það sem þú bendir á sem er mjög mikilvægt er þetta að sko það er klofningur, og klofningurinn er meðal annars sá að Trump og hans liðsmenn koma út og nota það sem rök fyrir því að það hefur mátt
taka Alex Bretti af lífi að hann hafi verið vopnaður. Stór hluti af kjósendum hans og mikilvægustu stuðningsmenn trúa því að það að vera vopnaður á almannafæri akkurat eigi ekki að vera til marks neitt annað en bara það að þú sért upstanding citizen. Þannig að sko, mér finnst það vera mjög áhugavert. Bæði sko, það sem ég sjáum hérna annars algjör vanhæfni Trump-liða í því hvernig þeir reyna að ná stjórn á narratífinu. Að þeir æða fram án þess að vita hvað í mál og hitt sem það að Trump og hans liðar halda að það sé sko vænlegt til árangurs þeir eru að tala við sína liðsmenn að tala gegn grundvallar gildum þeirra sem meðalans þetta að þú megir vera vopnaður á almannafæri við mótmæli, það sé ekkert að því. Og ég, sko, þannig að þess vegna held ég að sko, jú, fólk trúir bara því sem það vil trúa upp að einhverju marki. Já. En það ég held ekki að sko, það sé sko, stuðningur hans sé órjúvanlegur og við sjáum það til dæmis í þessu sem ég var sko, tala áðan sem það. Þannig erum við með mál sem hefur til þess að vera heimavöllur republikana, þeir eru að tapa á sínum heimavölli. Já. Og meiri sér sko hlutir republikana telja að þeir sé að ganga of lágt. En eftir eru 40% þjóðarinnar sem að svara í þessum könnunum að þeir styðji aðgerri ríkisstjórnarinnar í innflytjendamálum. Já, en hins vegar sko verði sko það sem að ég var nú að anda við þig áðan sko var hérna að sko þetta hefur náttúrulega verið þannig voðalega mikið að eiginlega allir republikanar eru bara sammála Trump. Eiginlega allir demokrater eru ósammála. Þannig að ef að þú sér tölur þar sem að kannski bara 20% republikanna eru ósammála Trump, þá eru það í sjálfu sitt allt í tíðindi. Það sprunga. Af því að 40% minnihluti. Ég hef verið að skoða sko... Þeir ætla að halda völdum með 40%. Ég heldur horfið á þannig. Já, þeir halda kannski að geti gert og það samsæriskenningin og það það sem Nicole var að tala hérna áðan að sko, það einhvers konar sko lausnargjald sem vilja fá fyrir það að draga þetta lið tilbaka frá Minnesota að Minnesota gefi þeim eftir sko upplýsingar kjósendur svo þeir geti farið einhvern veginn sjálfur í það að hræra í því og auðvitað það hluti að samsæriskenningun sá að búa til þannig glundröðan að þegar að komið að kosningum í nóvember við kjörtímabiliskosningum þá getur einhvern veginn sko sett þær í uppnám út af því að það sé svo mikil óvisselandi og það getur vel verið að þeim takist að gera það. Á þeim stöðum sem að þau þurfa en það sko þetta eru margir mánuður til stefnu og ég held að við getum sko það sé of snemmt að gefa lýðræðið upp á bátinn og það sé of snemmt að gefa eftir allar stofnanir Bandaríkjanna þótt að checks and balance hafi ekki virkað að þá sko til dæmis þingið verður aftur a check and a balance þegar að republikana verður búin að missa meirihlutann og þeir hafa það tæpa meirihlutann núna og þegar að dregur að kosningum þá ekki víst að þeir séu tilbúin til að vera alveg nákvæmlega sami sko rubber stamp fyrir hann og þeir hafa verið. Ég hef verið að rýna í sko viðhorf bandarísks almennings til stefnumála Trumps og til náttúrulega það sem hefur gerst með Trump sjálfan að hans approval ratings hafa versnað og þau standa núna í -14. Það að segja að það eru 14% fleiri sem að sko eru disapprove heldur en þeir sem approve. Sem að reynda menni svo Starmer og Macron myndu gefa mikið fyrir að fá. Já, það er Þeir eru mörgur deildu fyrir neðan. Já, spurningin hvort að sá samanburður segir okkur nokkuð skapaðan hlut en það er annar mál. Hins vegar ef við skoðum sko efnahagsmálin þá voru þau í byrjun árs 25 þá var Trump hans efnahagspólisía með +6 hún komin í -18 varðandi tollastefnuna og svona viðskiptahættina þá var það nú komið í -2 í byrjun 25 núna komið í -18 og síðan það cost of living eða bara venjulegs fólks að þau voru í ársbyrjun 25 -6 núna eru þau -29 og allir þessi þættir sko þeir geta skipt máli og það sem að kannski mikilvægast máli að hve miklu leyti þetta skiptir máli inn í stuðningsmannahópi Trumps og meðal republikanna
og og maður sér að það svona meiri, þeir eru náttúrulega ennþá skilur miklu meiri hluta með sínum manni, en þú sérð meiri efasemdir líka í þeim herbúðum. Sást þetta bara best núna með, þeir segja Obamacare, þetta þetta Medicaid, að það var leifð nokkra republikanar sem eru í áhættum að missa þeirra sæti, að þau fór hinum einn. Svo fólk voru ekkert að missa, samt að bara helling sem misti. Þetta bara, að það var fyrstu svona gljúfur sem við sáum í þetta. Hvað var það allt þessi? Ég var að rýna svolítið einmitt í þessi sama þættur. Þetta var allt hans kostningamál að matvörukostnað myndi að fara niður. Hún á rauðu, hún fer bara upp. Hann lofaði bensín undir $3 eða undir $2 það, og það bara $2.78 lægstur á eitthvað nokkrum stöðum sem og hvað Torlin, þetta náttúrulega hann fleygja fram þessi 274 billjón held ég að hann segir að þeir hefa náð inn, en þingið skrifiði undir the big beautiful bill sem ætla að skila vegna skattalækunar ætla að skila 3 trilljónir í mínus á sama tímabila þessi hann aflast upp, og það það sem hann missar vald inn í þingið með þessum aðgerðum, þó að hann að kannski að halda sína vinsæli með þessi innflytjendastefna sem í rauninu vera mun líka koma niður. Ég meina atvinnamarkaði, það ætla bara bílaið, það stórt dæmi, það held ég það átt að fjölga störfum 28.000 færi innan þessi ár. Það ætla að fjölga í hina greinar og þau standa í stað eða fara nýður eftir svæðum á landinu, og þetta það sem mun snúa fólk sem kannski núna ekkert að taka afstöðu, óháð hvort þau kýs rauðu blá á endanum. En ég held að þetta sé mjög mikilvægt, að hann að missa hluta af þeirri, Trump tókst að fá meiri hluta Bandaríkjamanna til að kjósa sig, sem hann gerði ekki þegar hann vann Clinton. Meiri hluta af þessu 50% samkoss. Já, það að segja, hann fekk fleiri atkvæði heldur mótframbjóðandi sin. Hillary Clinton fekk fleiri atkvæði en hann. Og meðal annars að hann náði hann svona innrót sérstaklega meðal karla og minnihlautahópum. Sem þýddi ekki það að í meirihluta væru þeir að styðja hann, heldur það að þeir voru að styðja hann í miklu stærra mæli heldur en hefðu gert áður. Já, nákvæmlega. Og þetta að þurrkast í burtu, sérstaklega hvort Hispanic fólk af latest. Mjög mikið í kostningurum sem voru hvenær voru þau mánaðamótin í síðasta haust, þar sem Andini vann, en það var í hinum fylkjunum þar sem ég sá svona niðurbrota af þessum þjóðfélagshópum, og þetta var mjög greinilegt með sérstaklega Hispanic. Já, Hispanic, það sérstaklega, ég held að þetta sé mikilvægt, en það sem að Smári mentist á, það ennþá 40% bandaríkjamanna sem að af þeim kannski 30% bandaríkjamanna myndi ég segja sem að styðja hann í gegnum skiptir ekki máli þá að skita einhvern mann á meður í götu í Bandaríkjunum, þau myndu styðja hann. Það hægt að stjórna landi ef þú ert með harðarlínu minnihluta með þér, en þá þarftu líka að brjóta niður alveg ótrúlega mikið á stofnunum í bandaríska stjórnkerfinu, og spurningin ætlaðir að reyna það til að halda vald. Ég held að það er líka hennar klopningina flokksins sem skiptir líka máli, það þegar hann fer að missa svona álitsgjafa í hlaðvarpsheiminum, og í því sambandi þá Joe Rogan til dæmis hefur verið að gagnrýna hann fyrir innflytjendamálin og segja að sem nota þau til þess að draga athygli frá Epstein-skjölunum, og ég held að þannig að það eru alveg full ástæði til þess að gefa sér að hann geti tapað nógu miklu af sínum kjósendum til þess að vera komin í raunveruleg vandræði, og hann á mikilvægu málum eins og efnahagsmálum sem þú nefnir. Ég hef einmitt verið að fylgjast með þessum, það er mjög athyglisvert að hann underwater eins og heitir 17-20% í bara öllum könnunum, í öllum efnahags
sko spurningum hvernig hann heldur efnahagsmálunum í tollamálunum og þar framtur göttunum. Þannig að hann nýtur ekki stuðnings en hann hefur notið stuðnings í innflytjendamálum og hvernig tekur hann þeim og hann að missa hann. Þannig að núna þá eru 20% republikana í nýlega konin í Politico sem segja sko að þau séu ósátt við það hvernig framkvæmt þessara mála og síðan sko að af þeim sem eru hlindir því sko stefnu hans í innflytjendamálum að fækka innflytjendum þá þriðjungur ósáttur við það hvernig hann að gera það. Þannig að þannig sko út af þessu held ég að hann gæti gert, sko við getum séð að hann recalibrate eitthvað, hann hörfi eitthvað með þetta en aftur það þýðir ekki það að hann muni draga í land engan veginn. Hitt sko sen annað með sko þetta að hann veit að endurinn nærri og ég held að það sé í sko fullri alvöru eitthvað sem ég taka þess að sko marka á það að hann sko sýnir mjög sterk merki það að hann sé farin að sko ellin sé farin að býta hann. Þetta var spurningin sem þú varst að beina til mín áðan. Já, svolítið það sem ég var að hugsa sko en vegna þess að ég held í fullri alvöru að þetta sé eitthvað sem sko þurfi að taka með í reikningi núna. Vegna þess að maðurinn orðin mjög fullorðinn og hann sýnir merki það að hann sé farin að sko það sé farið að býta. Þetta er náttúrulega það sem hann nótti til að losa við Biden. Já, sko, akkurat og þannig að því fælst þá heldur tvennt. Annars það að sko ef hann gerir sér sjálfur grein fyrir því að hann eigi ekki mikið eftir bæði vegna þess að missa meiri hluta í þinginu og hann eigi ekki mikið sem eftir að kjörtímabilinu, hann eigi hugsanlega ekki mikið eftir endilega af sko sinni starfsævi sem getur þá orðið til þess að hann keyri harðar á þeim sem málum sem hann vill koma í gegn og hvaða mál eru það? Það sem stimpla nafn sitt á Bandaríkin og ég held að það sé það sem skiptir hann mestu máli því að sko þegar hann talar sko MAGA, Make America Great Again en það sem hann að tala Make Me Great Again það það sem þetta gengur út á hjá honum og hann sé sko hans verði minnst og þess vegna sko hann hefur sko nú gengið vel að sko rústa hlutum brjóta á niður eins og helmingina Hvíta húsinu. Sko við eftir að sjá hvort hann tekst að byggja nokkuð upp í staðinn. Ég var stórlega hann verði að Trump að því að hann náttúrulega í mjög erfiðu starfi sem að gerði Obama grávarðan á 3 vikum og hann fer inn í starfið þannig hann í átökum í Grænlandi, í Venezuela, í Minnesota, í Íran, hann út allt. Þannig að það ekki furða að kall ræfillin sé þreyttur. Sko. Við skulum ekki gleyma eitt stór baráttur sem hann í sem mjög hættulegt fyrir Bandaríkjunum og það með Seðlabankann. Hvernig hann að fara eftir Jerome Powell þetta ekki bara persónuleg þetta og áhættin sem hann að skapa með að reyna að þrýsta á meðan efnahagslutunum svo óstabil að reyna að þrýsta á honum til þess að draga niður interest rates bara fyrir eitthvað svona tímubundin flex á verðbréfamarkaði þegar ég meina við verðum að horfa á þetta en stockmarket hún heldur sig upp vegna væntingar til gervigreind og hvað að gerast allt þar en þetta bara búbli sem gæti Varnir og aftur með efnahagsmálun og hlutaverðamarkaði þegar við tala það núna sko, svo það annað til sem mikilvægt í þessu það það að sko horfirnir í efnahagsmálunum í Bandaríkjunum ekki góðar þannig sko að neybla í þetta þá bara consumer confidence í Bandaríkjunum núna það versta sem hefur verið síðan 2014 þannig að sko Bandaríkjamenn uggandi efnahagslega framtíð sína ástandið lítur ekki vel út hlutabréfamarkaðurinn hefur hækkað en það áhugavert í þessu sambandi að hlutabréfaverðshækkun á þessu fyrsta ári af þessu kjörtímabilins minnsta á fyrsta ári kjörtímabils nokkur Bandaríkjaforseta síðan held ég á 9. áratugnum. Þannig að sko hlutabréfaverðshækkunin jafnvel þótt að sé þessi sko gervigreindar bóla eða gervigreindar hlutabréfashækkanir og gervigreindin knýr áfram hagvöxt í Bandaríkjunum og það full ástæða til þess að efast að sko ábatinn af allir þessari gervigreind muni skila sér í hærri sko þjóðartekjum sko í bráð þannig að ég held að það sé annað sem við þurfum að taka ég reyna að vera samviskusamur og hlusta á alla þessa hann nú með klukkutíma blaðamannafund á dag þannig að ég nú alveg að gefast upp í gær var hann komin til Iowa og var með svona rally-fund sem var reyndar eins og væri bara í litlum leikumissalið eitthvað það var svona allt svona voðalega miniatúr hjá hann
þá byrtist það neymitt eins og hann sé maður geti ímyndað sem verið 2 plön í gangi, annars verið að vera með stefnu sem bara 35% eru sátt við og ná inn í gegn með einhverjum djöfulskap að trufla kosningarnar eða þröngum í gegn. Hins vegar verður við að vinna kosningarnar og kosningarnar munu snúast affordability, þótt að hann vilji ekki, hann segir bæði það verður aldrei verið betra affordability og affordability bara einhver áróðus orð sem að demokrata byggur til og hann segir allt í svona setningunni og hann segir ég lofaði ykkur að lækka bensinni, það komin niður í 1,99 bara í landstæðar og hvað segirðu? 1,87 og hann bara þýlur svona, þið kannist við þetta ekkin að lækka, ekkin bara næstu í gefin orðið og ég búin að lækka lyfjakostnaðin 900% og 1400%. Hann verður bara áfram og ég horfði á hann þarna og ég hugsaði hann var eiginlega ekkert að tala um Minnesota. Hann var ekkert að tala um Venezuela, hann var ekkert að tala um Grænland, hann var ekkert að tala um neitt sem átti að fela það frá að kosningar það munu snúast um þetta. Og hann veit það alveg og hann veit að hann ekkert með sérlega góð spil. Þetta náttúrulega, ég þekki eitthvað, það bara engin bandaríkjumenn sem kaus honum vegna Grænland eða Venezuela eða tótla var bara, meira segja bara fólk í kringum heimili, það var nokkur sem komur óvart sem kaus og þau kaus vegna skattalækunar. Það var bara svona háskólalærðu fólk og annað, þau voru bara svona ok, Biden hann skilaði mér ekkert, ég á fyrirtæki, ég vil sjá þessa lækun, ég vil sjá þetta gott, en þau trúðu ekki, alveg eins og þú byrjaði á, þau trúðu ekki að allt hitt myndi gerast eða það myndi vera mjög slæmt. Það bara mörg þeirra segja, já, alveg gott að losa við ólöglega innflytjendur, en gerir ekki ráð fyrir að bara verkamenn sem sinna kjötiðna eða avokado gráður út í Kalifornía, að þeim verður líka hirt í burtu. Eða bara enginn til þess að slá grasið næstu sumar. Það bara, svo það eru fólk sem svona, wow, bitu, þetta ekki pakka sem ég keifti. Og ég held að við möttum sjá þeim stíga líka svolítið fram. Ég held að þetta auðvitað gífurlega mikilvægt, en vandamálið það að þetta fólk sem að kausan vegna meðalana skattalækana og svo framvegis, það líka afsakanirnir sem voru, hann sé svo að þeir sagði, hann var hann var ekki svo slæmur seinast þegar hann var við völd. Hann átti líka hæf fólk í kringum hann. Það nákvæmlega það. Það voru eins og þeir segja á ensku adults in the room í seinustu stjórn og það engin eftir. Helviti stjúbríkið var í óvalótt. Og núna er Cash Patel. Afsaki orðabræði, það hvert fíblið á fætur öðru í kringum hann núna. Bara alveg skelfileg fíbl. En ég hugsaði þegar ég var að hlusta á hann að við þekkjum það á pólitík að það eru margir sem að vilja fara í kosningar og segja að þeir hafa aldrei haft það eins gott og ef að almenningur trúi því að þá er þau líklega búin að vinna kosningar. Það gerðist nú ekki hér í síðustu kosningum á Íslandi. Það passaði ekki við upplifun fólks. Ef þú reynir að halda þessu fram og að það passar ekki við upplifun fólks, þarna var maður sem var að halda það fram að verðbólgan hefði aldrei verið lægri. Það hefur bara verið aldrei betra að búa í Bandaríkjunum og efnaðurinn hefur aldrei verið betri og ég hugsaði, þú veist, ég meina það er ekki fræðilegu möguleiki að hann komist í gegn með þetta getur ekki sagt fólki að sagt sig hvitt. Hann er alltaf að veifa eitthvað svona, hann ætla bara að greiða fólk þess að hann ætla að greiða Grænlendingum, hann bara að fá allir bara eitthvað svona ávísun. Hann sendi heim til Hermann 1776. Já, það líka mér var athyglisvert sem Nikol var að segja þaðan um árásin á Seðlabankann. Já, það er mikilvægt. En þar nefnilega höfum við líka dæmi það að því ekki tekið þegjandi. Nei. Það er að segja að það eru meiri sig að þingmenn replikana sem að segja, heyrðu, við förum ekki að gefa eftir þetta prinsip sem við höfum trúað á all okkar ævi. Ég var að segja þú veist að þú ert komin á svolítið vondan stað þegar þú ert farin að bíða eftir sjá hvað Rand Paul segir því að hann er farin að takast á með allt þessi bátur og hann er að kalla til ábyrgur en að trekk í trekk hann er þar og þú veist að þú ert á mjög vondan stað þegar maður eins og Rand Paul er að verja það að hlutur með draugi tilbaka. Það sem ég að segja að ég held að hann kæmist upp með að taka Grænland. Heldur það? Hann myndi geta hent þessum seðlabankastjóra út í hafsauga ef hann skilaði bættum efnahag til landsmanna. En það er bara ekki að gerast.
Nei, hann hefur engin Ég meina, það hvað er hann að gat- fá þessu penning? Hún er bara ekkert að vera til. Erdogan gætt drepið dómskerfið, fjölmiðlana og allt saman, bara vegna þess að hann skilaði bættum hag. En ég sé ekki að Trump sé að gera það. Ég sé engar tölur sem að benda til þess að hafa Bandaríkjamanna segja batna. Hvað er Venezuela að fara að kaupa en að kosta borgarbúi? Ég meina, hugsi, hvað er það að fara, ég meina, það er ekki búin að skila sig ávísun fyrir aðgerðum með að ná í Maduro. Það er bara ekkert og olíufyrirtæki sem þetta er stór greiða, þau bara allt bara og byttu nú við. Hver borgar þá ávísun til þess að fá okkur bensín og þetta er náttúrulega, þetta penning hún er ekki til og allt þessi aðgerður þau þurfa að fara að skila sig. Og það er alltaf mikilvægt þetta sem nefnir Erdogan og það að svona sem að heita strongmen þjóðleiðtogar með einræðis tilburði eða svona hálfgildings einræðis herrar að þeir hafa haldið völdum þar sem þeir hafa síðan þótt þeir hafi strókið mörgum öfugt að þá er þó nógu margir og meiri hluti þjóðarinnar er nógu ánægð með það og telur að hagur sín hafi batnað og það er það sem ég held að sé fyrir utan allt annað sé það sem við þurfum að hafa í huga er það að efnahagsástandið er slæmt, það er ekki að fara að batna og það mun vinna gegnum þannig að þótt hann gæti einhvern veginn fundið nýja stefnu í útlendingamálunum og fengið aftur með sér meiri hluta republikana í þegar unni tilbaka þá republikana sem hefur tapað og unni tilbaka Joe Rogan í þeim að þá eru raunverulegur efnahagslegur raunveruleiki sem mun vinna gegn honum og republikunum og varðandi það að kæfa kosninga að það getur virkað og gæti komið honum yfir lokalínuna ef það er mjög mjótt á mununum en ef það er nógu bili og ef þeir eru að fara að tapa nógu stórt að þá mun það ekki duga. Þeir voru að segja í Texas gæti þetta hafa komið í baki á þeim þess að ríkjálkari sér vegna þess að sveiflan er svo mikið að það geta enda með að tapa það er líka áhugavert þessi eitt af því sem þið sáu fyrir þeir gætu haldið meirihlutanum var með því að endurtekna öll kjördæmi þessi massive gerrymandering en það þú fjölgar þingsetturinn með því að þinna út kjósendur andstæðings með því að dreifa þeim nógu vítt öll þín kjördæmi frekar hann að pakka og þannig hafa verið að hámarka sig upp ef sveiflan er nógu stór að þá mun það virka öfugt á þá og þeir mun stækka tapið. Þetta gerrymandering felur nefnilega í sér eins og þú ert að segja að þú vilt vinna sem flest kjördæmi með sem minnstum mun dreifa kjósendunum þannig leifa honum að vinna með stórkostlum þar í þessum fáakjörðum þá vinnur hann með stórkostlum mun ef þú færið hins vegar sterkar sveiflu eins og Magnús er að segja að þá geta öll þessi kjördæmi þar sem ætlað er að vinna með litlum mun bara öll tapast núna þetta gerrymandering snýst þessum sætti í midterms þetta er að fá fleiri það snýst það meðfram hvað gerist í næsta forsætiskostningar og einn í Texas sem verður að gera svolítið áhugavert verður að fylgjast með þetta það er Jasmine Crockett hún þetta er auðvitað, hún missi hennar sæti hún er farin í Senate hún ætla bara að skiptum og bara setja allt í það og það er maður sem er að koma allir óvart James Taricchio er eitthvað fylgist með honum ég sé aðeins til hans hann er bara mér hóvær jafnvel bara conservative samt bara mér frelslind maður sem hann er að draga saman þúsundu mönnum í þessum rauðum svæðum svo þetta verður mér áhugavert að sjá ef þetta heldur áfram ef hann mun draga fólk frá Trump og allt þessu og hann er að spíla á þetta ekkert bara efnahags hann er að tala líka þessu spillingu því það er eitthvað sem við höfum ekki talað alltaf pening alltaf sem hann er að þérna þetta er alveg ótrúlegt er því að fylgjast með hann er að græða billjónum hingað og þangað, ekki bara innan Bandaríkjunum en bara hann sendir synir hans út áður en þegar hann kemur til öðrum löndum og er búin að græja eitthvað samningum þetta er alveg ótrúlegt það er alveg ótrúlega spilling það verður aldrei verið allavega ekki lengi verið eins mikil spilling í kringu forsetaembættið en ég held að þetta var þetta efnahaginn að
þetta auðvitað lykilatriði. Sko, bandaríska hagkerfi að það er efnahagsleg vandamál sem eru langtíma vandamál sem eiga sér stað og bandaríska heimsveldi í raun og veru efnahagslega á niðurleið. Og þetta kemur inn í það að það er voðalega erfitt eins og að segja að komast upp með sko þjösnaskap og bara fasíska tilburði meðan að efnahagskerfið þetta að draga saman. Og ég held að þetta allavega ætti að geta gefið okkur ákveðna von. Svo líka annað sem að staðan í Bandaríkjunum sem að pensla svolítið yfir það að þessi antrumpíska fylking, bláa fylkingin eins og hún kallar í Bandaríkjunum, hún í raun og veru hugmyndafræðilega klofin í herðar niður. En það er hatrið á Trump sem heldur menn saman. Þú ert annars vegar með fólk sem bara nýfrjálshyggjumenn efnahagslega og vilja bara halda áfram heimsmynd nýfrjálshyggjuna sem í raun og veru horfin en hún hangir einhvern veginn á lífi. Svo ertu með sérstaklega meðal ungsfólk sem að birtist meðal annars mjög vel í New York ertu með mjög róttæka hreyfingu sem á bandaríska mælikvarða og þó teljist bara sósíaldemókratíska og okkar mælikvarða en maður sá þetta raun og veru þetta líka kynslóðaskipti. Ég sá það meðal annars í New York af ættingjum mínum eða ættingjum konunnar að sko eldri kynslóð, mín kynslóð að þeir stöddu Cuomo þó þeir væri ekki hrifin af hvernig hann hefði hegðað sér þau voru hrædd við Mandami en barnin þeirra stöddu öll Mandami. Þetta dæmigerð svona gyðingafjölskylda í New York en það algjörlega sko kynslóðaskipti algjörlega og þetta heldur áfram. Ég held að það sem þarna sem mjög mikilvægt sem þetta að það getur fjarað undan Trump og það alveg eins líklegt að sko hann eða hans liðsmenn missi meirihlutann í þinginu og að þeir tapi sem sagt republikar næstu forsetakosningum en sko það hvað kemur svo og ég held með það er bara efni í sko 2 klukkutíma viðbútt hérna sko samræðu en ég held að sko stóra atriði sem voru komin hérna í þessu sambandi það vantar valkost þannig að sko Trump kemur með einhvern valkost við eitthvað sem kjósendur telja að sé ekki sko lengur sko lífvænlegt og vinstrið klofið hefur ekki vitræna valkostu Trumps borin á borð og við sjáum hvernig hann lítur út í Minneapolis núna og fólk virðist ekki vera sérstaklega hrifið af því en hvað hefur vinstrið að bjóða í staðinn og það ekki ljóst. Kostningum að þeir eru að tala svona hluta makarhefingunni sem óanægt með núna. Ef við verðum bara að fara í forsetakosningar og það verður valið á milli Trump eða segja bara Newsom heldur það að Rogan myndi ekki nota sitt afl til þess að styðja Trump, ég held það. Aftur. Því þú verður bara að fara. Já, það sem ég segja, það sem sko, stóra málið þetta að það vantar sko vitrænan eða sem sagt sko viable valkost sem meira en bara sem sagt snoppufríð manneskja í staðinn fyrir hann. Ég meina stóra ástæðan fyrir því að að Harris tapar bæði svo hún var ekki sérstaklega sko sem frambjóðandi hefði hann ekki til kjósenda og ég meina en líka það að sko svona svo heimsmynd eða sá sko sín sem hún bauð upp á var ekkit sérstaklega heillandi og demókratar ekki bara það og var ekki skýr heldur bara sá ekkert munur á það sem Biden gerði. Þetta var ekkert, þeim taldi hún var ekkert alveg að taka skýra afstöðu til hlutunum sem skipti fólk bara rosalega mikið mál. Það var náttúrulega stuttu kosningar og það er það sem ég heyrði frá fullt fólki í Bandaríkjunum að þeim taldi hún var að reyna að dansa þennan línu þar sem klopningum var. Hún ætla ekki að fara nóg langt til vinstri og ætla ekki að gefa eftir og hún var að fara til hún var hægri. Það er líka þannig að hún var bara svo til óþekkt í að keppa við sterkasta vörumerki í heimi. Þannig hún hafði viðsögða hérna mjög snemma sko bara að við getum ekki séð að hún hefði séð þetta sko. Að því að þú veist, ef hún hefði farið í gegnum forkostningar og einhvern veginn náð að byggja upp frambúðið sitt, þá hefði mögulega gerst, ég veit ekki. Sterkistu sem fólk sagði var að hún var ekki Trump. Þetta var einn bara, já, ég kýs hana veg, svo ég vil ekki Trump. Þetta var einn mjög mikið miður. Hans sigur var það að hann var ekki Trump, eða ekki?
En fólk keifti bara mjög mikið það að hans heilsan var ekki góð og svo efnihag. Þannig að það er tvennt sem fór vegna sem þú horfir á hans tíð. Það var margt áunnið. Það var margt sem var í raun og veru bara tekið til mikið eftir Trump. Ef þú horfir tilbaka en efnihag, hún var ekki. Það var, þó að þetta verðbólgan hafi marguleiti verið vegna eftirkast COVID, það sem ég held að fór verst í fólk var það að Biden og stjórn hans, þau komu fram og segja þetta, allar efnaðastölurnar eru rosalega flottar og hagvöxtur þetta, fleiri störf hafa verið en nokkuð tíman, þetta bara allt rosalega flott. Fólk vissi einfaldlega frá eigin vasa, þetta var ekki rétt, ekki fyrir þennan hóp sem að skipti máli í kosningunum. Og það þess vegna sem ég held að þetta kemur til með að grafa undan Trump vegna þess að það eru takmark fyrir því að Biden-stjórnin var að segja hálfsannleika. Þeir voru cherry pick svona ákveðna statistík sem að sýndi fram á góða. Trump lýgur bara einfaldlega. Eins og hann heldur bara fram staðleysum en það er fólk sér í gegnum þetta, allavega það fólk sem er með budduna, heldur utanum budduna. Hann mun tapa kosningur með hvað þeir verða haldans og maður segir eins og hann segir alltaf eða verður kosið í haust. Segir ekki alltaf, hann sagði það tvisvar. Já, mínir talnaspekingar eru nú ekki alveg vissir það að þeir tapi midterm kosningunum þó að þeir segja allir það eru meiri líkur á því en minni. Það horfir ekki vel. En það horfir illa fyrir hann ég sagði að það eru langt í þessar kosningar og það er margt sem getur breyst og líka þetta að það kálið er ekki sopið þó auðsynni sé komið og allt það en ég held að það sé alveg klárt mál engu að síður að útlitið er þetta að það stefnir í stórt tap. Hversu stórt það verður og hvort það verður nógu stórt til þess að fleyta yfir lokalínu með það sérstaklega ef Trump beitir einhverjum bellibröðum til þess að kæfa kosningarnar eða trufla framkvæmdir eða hvað það nú er Lýsa þær ógildar eitthvað svona en þannig að auðvitað og það er eitthvað sem við þurfum líka að hafa í huga hann gæti alveg og repúblikar gætu alveg og ef svo fer sem er til dæmis það er alveg möguleiki ef þeir vinni kosningarnar í haust að þá mun Trump og repúblikanar munu taka því sem óútfylltum tékka frá almenningi til þess að gera það sem þeir vilja og munu svo gera það, þeir munu innleysa þann tékka. Þannig að þá erum við að horfa síðan aftur upp á einhverju allt aðra framtíð en við erum að horfa upp á núna. Nú setjum við komu á umræðum okkar Trump, ég býst við að Trump dagurinn okkar, Trump stundin eða hvað við þetta, Trump tímin verður líka næsta miðvikudag og Ólafur, Guðmundur, Nikól og Magnús, kærar þakkir. Takk fyrir. Við ætlum að snúa okkur að einhverju öðru hérna við Rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja hana heim sem er alltaf að breytast, næsti kafli eftir augnablik. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Allir þættir Samstæðuverinnar eru á YouTube. Við ræðum hér reglulega við Rauðaborðið lagaleg álitaefni og hann er komin hingað hann Gísli Tryggvason, lögmaður, til þess að fjalla nokkur þeirra mála sem yfirleitt tengjast fréttum líðandi stundar. Velkomin Gísli. Takk. Við ætlum nú kannski að vera svona aðeins meira á dægurnótunum í dag heldur en suma aðra daga. Mér langar að ræða við þig til dæmis meint svindl í handbolta, harkalegar handtökur fyrir norðan, heimsmálin, Trump og svo kannski ræðum við aðeins stjórnsýslurétt og völd ráðherra í tengslu við stjórnarskrá og vonandi bara sitt hvað fleira. En byrjum nú á svona því að ég hef nú hitt í þessari viku fólk sem segist vera aðeins bjartsýnna en í síðustu viku gagnvart alheimsmálunum. Við sáum nú Trump eiginlega lúffa svolítið gagnvart Grænlands brjálæðislegum hugmyndum hans í síðustu viku þarna á Davos í kjölfar
sterkari viðbragða frá alþjóðasamfélaginu heldur en höfðu orðið áður. Tengist kannski ekki beint lögfræðin þó að einhverju leyti því að alþjóðalög hann náttúrulega hefur mjög farið mjög frjálslega með þau. Einhver lærdómur það að þegar frekju og ofstopamenn koma fram þá þarf að svara þeim annars verður veröldin alltaf verið að verri. Já, mig grunar það að Trump hefur náttúrulega verið að endurvekja 100-200 ára gamalt kerfi eða meira eldra að réttur sé eða might makes right, ég man ekki hvernig það sagt á í íslensku í staðan fyrir að lögin gildi þjóðaréttur. Og þá kannski eðlilegt að sá sem telur á sig brotið eins og Evrópa og Danmörk að þau sýni styrka á móti og hóti eins og aðeins hefur verið gert. Það var nú að því held ég á Ítalíu að ef að Trump gerði þetta sem hann sagðist hugsanlega að gera, að taka Grænland með valdi, þá myndu bara Evrópumenn taka herstöðvar Bandaríkjamanna og eignir jável. Það náttúrulega það sem gert oft í stríði. Það það sem hefur verið gert með Rússa eftir þeir riðust á Úkraínu að allavega frysta eignir þeirra. Þó þær hefur ekki verið nýttar ennþá í þá Úkraínu. Þannig að það annarkvort eitthvað svona að ofbeldismenn þurfi bara að sjá styrk og þá hörfið þeir aðeins. Og svo þetta útspil Rutte þar sem að hann kannski setti einhvern samningsbúning það sem að meira og minna lá fyrir í heimildum Bandaríkjanna í varnarsamningi við Danmörku Grænland. Ég átta mikið á þessu. Kannski þetta bara því að hann þurfti að beina athyglinni að einhver öðru og vonandi verður fyrir vanlegar. En ég held að traustið sé svolítið farið ef ekki rúið áratugaskeið jável. Svo þetta reglugerða farganans, við höfum náttúrulega fylgst spennt með því, ég held að það sé stutt í að Hæstiréttur sem að veit ekki að hvað miklu leyti Trump með í vasanum reyndar. Ég held að það sé stutt í að það komi falla einhver dómur það en ef við förum aftur hingað, ef við förum frá Bandaríkjunum og hingað heim, að hvað miklu leyti getur íslensku ráðherra samkvæmt stjórnarskrá bara umpólað samfélaginu með reglugerðum með einhverjum svona eigin geðþótta vilja? Hann getur nú ekki umpólað en ef að baráttan stendur eða álitamáli stendur á milli þessar ráðherraráði eða einhverju embættismenn þá ræður ráðherran í raun þó það sé ekki þannig eða hann ræður að lögum en stundum hann bara það veikur ráðherran með við sérþekkingu embættismanna og langa veru og tengsl að embættismenninni kannski fá oft sinn vilja fram en ef ráðherran klár og ákveðin þá á hann að ráða á hans vilji og það til dómur þetta sem fór á vísu mjög naumlega í Hæstarétti fyrir svona rúmum 40 árum þá var ráðherra menntamála sem var reyndar föðurbróðir minn Ingvar Gíslason sem að ákvað gerði stjórnvaldsákvörðun að setja ákveðin kennara fyrir norðan áfram í embætti eða ráðan og hann hafði skrifað samþykkt IG stafina sína. Þetta var ekki afgreitt þegar til stjórnarskipta kom 1983 og nýr ráðherra sjálfstæðismanna vildi ekki framkvæma þessa ákvörðun fyrir ráðherrans Ragnhildur Helgadóttir og embættismennir höfðu kannski setið á plagginu og þetta fór alveg upp í Hæstarétt sem deila hvort að hann hefði verið ráðinn eða ekki og meirihluti Hæstaréttar sem kannski eins og þú nefndir með Trump var stundum talin í vasanum og íhaldinu. Meirihlutin sagði að það var ekki komin gild stjórnarathöfn því að þó að það væri komin skriflegu gerningu frá ráðherranum sjálfum með þessari áritun á umsóknina eða eitthvað slíkt
að þá var ekki búið að tilkynna þetta breflega og formlega til mannsins kennaran sem átti hlut. Ráðherrann hafði hins vegar símleiðis tilkynnt þetta til systur mannsins ef ég man rétt og þess vegna taldi minnihlutinn að það væri komin þessi 2 grundvallaratriði í stjórnvaldsákvörðun, það er að segja ákvörðun og tilkynning. En þetta kannski sýnir að ráðherrann ræður ef hann klárar málið að koma ekki í stjórnarskipti. En ef þetta síðan gagnvart alþingi þá þarf ráðherrann fyrst og fremst að hafa lagaheimild til þess að gefa út reglugerð og breyta innan ramma lagana því að mörg atriði í réttindum og skildum fólks eru eitthvað sem á að ákveða í lögum frá alþingi en ekki reglugerð. Reglugerð á að vera meira svona útfærsla og tækniatriði. Já. Þetta er áhugavert mál sem þú nefnir. Og þótt að hafi náttúrulega orðið niðurstaða í Hæstarétti þá 3-2. Það hafa sannlega verið skiptar skoðanir þetta þá á sínum tíma. En bara svona mér til forvitni sækir þetta á þeim tíma sem að grunnskólinn hjá ríkinu, hann ekki komið til sveitarfélaga. Var það þannig að kennara þurftu reglulega einhverja heimild frá ráðherra eða framlengingu? Já, það var miklu algengar fyrir nokkrum áratugum og sérstaklega fyrir setningu nýrra laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins 1996 að ráðherra kæmi að ákvörðunum. Það er búið að minnka mjög í áratugi. Og svo voru sumir sem voru með æviskipan eða einhvers konar æviráðningu. Aðrir voru alltaf í einhverjum endurtekningum og þetta var mjög bagalegt fyrir bæði ráðningarréttindi og lífeyrisréttindi þessa fólks. Og þegar ég var hjá BHM þá var maður stundum að berjast í því að fólk sem var á einhverjum mörkum í að ná einhverjum rétti að það það galt þess seinna. Og galt það alltið á pólitík bara? Já. Og maður náttúrulega les hvort þú fengir æviráðningu eða tiltir alltaf að harka og endur nýja umboð. Já, og maður náttúrulega las það í mjög góðri ævisögu hvað heitir þetta? Guðni T.H. Jóhannesson skrifaði ævisögu Gunnars Thoroddsen. Já, frábær bók. Já, það er bara einhver besta ævisögu sem ég hef lesið. Tek undir það. Og þar kemur hann bara mjög skýrt inn á það að með vísan í heimildir eins og sakfræðingar gera að það var bara hrein spilling í til dæmis borginni þegar Gunnar Thoroddsen var borgarstjóri að þá var bara betra hreinlega að vera í sjálfstæðisflokknum eða þú ætlaðir að hafa gott starf. Ég kann þessa bóku utan að því ég nýtt hana sem grundvöll fyrir mína bók spillingu besti vinnur aðal og það eru svo kostulega frásagnir í henni marga hverjar, maður bara trúir þeim ekki. Svo sem kemur einna fyrst upp í hugan hjá mér, það er þegar annar valdaflokkan, ég held að hafa verið framsóknarmenn, frekar en sjálfstæðismenn, þegar voru að ráða slökkviliðsstjóra einhverstað fyrir norðan og hann var valinn með lit til þess að hann væri líklegri til þess að safna atkvæðum fyrir sjálfstæðisflokki. Og svo náttúrulega var stundum bent á þegar maður benti á þetta í gamla dag þegar maður var að rífast við einhverja íhaldsmenn þá sögðu kannski einhverju sjálfstæðismenn framsóknarmenn eða kratar er ekkit skárri og það má vel vera en þeir voru bara sjaldnar við kjötkallana. Já, það er alveg það voru helst allaballar sem að komist sátu utan gars sent og illa kjötkolluna. Þetta er alveg hárrétt hjá þér. Þau ár sem Alþýðuflokkurinn var við völd þá sást ekki að spillingin væri eitthvað minni í þeirra röðum. Nei, það var allir minnst frægt mál sem að þegar þáverandi formaður Alþýðuflokksins Jón Baldvin Hannibalsson hann setti Nei, býtum við, það var ekki Jón Baldvin, það var hann það var hann sem var bæjarstjóri í Hafnarfirði, Guðmundur Árni Stefánsson. Hann setti másinn, held ég, í embætti á gamlársdaga eða eitthvað, daginn áður en að stjórnsýslulög tóku gildi. Sem var svolítið skondið en þess að þetta var alveg að bannað svona gróf spilling var nú bönnuð þó að stjórnsýslulögin væri ekki komin en þau bættu heilmikið úr stjórnsýslulögin frá 1993. Já, þetta er heimurinn sem við ólumst upp við. Það er alltaf verið að segja heimur versnandi fari, það er nú ekki allt þannig þegar maður Nei, ýmislegt er nú betra finnst mér. En mjög áhugavert það sem alltaf hefur komið fram í máli Ingu Sæland
hún lítur augljóslega þannig á að hún sem einstaklingur geti haft töluvert mikið með breytingu á menntamálum að segja og svona og svo þá hriktir í kerfinu og það réttir upp hönd og fer í útvarpsviðtöl og segir þú getur þetta ekkert ein, þú þarft það er við sem ættum að ráða þess að þú þarft að vera með okkur í liði, þú vorst að tala um embættismennina áðan, en það er sem sagt meira tæknilegt heldur en stjórnsýslulegt, bara ráðherra hefur gríðarlegt vald. Já, hann hefur það nú og sennilega meira hér heldur en til dæmis í Svíþjóð, þar er meira svona kollektív ákvörðun stór mál í ríkisstjórn, en hérna getur það alveg gerst sko að ráðherra í einu flokki ákveði eitthvað sem að ráðherrar í öðrum flokki í sömu stjórn veit ekki jafnvel og er allavega ósáttir við. Þannig þeir kásast ekki mikið hver upp á annan svona almennt í jafnvel í stærri málum og við sáum það náttúrulega í skinkumálinu fyrir 30 árum þá deildu samráðherrarnir íhaldsmaðurinn Halldór Blöndal heitinn og Jón Baldvin Hannibalsson sem var utanríkisráðherra og Halldór var landbúnaðarráðherra og það var deilt innflutning á skinku held ég og það fór líka upp í Hæstarétt og gott ef að það klofnaði ekki 5-2 eða nei 4-3 þar. Það var frægur dómur líka sko hvar væri vilja löggjafans að finna. Það snerist það hvort að innflutningu væri almennt frjáls eða ekki og mjög svona tæknilega breytingu hvort að þetta horfa á almenn lög innflutning eða sérlög landbúnaðarafurðir. Og þar sagt deildu bara ráðherrar opinberlega og nánast slóðust í fjölmiðlum sko. Já. Þannig að það sýnir að ráðherrar hafa mikið vald á sínu sviði, þarna var bara deilt á hvors sviði þetta væri. Já. Og þarna er verið að víkirða hagsmuni til lengri tíma, það er Já. Einmitt. En sko, horfur á handboltan? Helst ekki. Ekki nema einhver ættingi minn sé að spila. Þú ert þá minni hluta þjóðarinnar, því að mér skilst það séu 60-70% okkar sem höfum verið límd yfir landsleikjum undanfarið. En af því ég sagðist nú ætla að vera á dægurnótunum áðan, en það er alltaf fyndið að fylgjast með sko meintu svindli þegar menn eru með einhverja tækni til þess að miðla hljóðupptökum af leiklíum að hér er liðin sem það blást í leiklis, 2 lið á vellinum, þau fara bæði í sína átt og það verður einhver strategía, hvernig á að heiða næstu sókn eða hvernig á að verjast einhverju áhlaupi. Við fólkið fyrir framan sjónvarpsskjáina, við fáum yfirleitt bara bæði að heyra ef við skiljum tungumálið, hvað sagt er og sjáum fólk ráða ráðu sínum, en hitt liðið eins og komið hefur upp að það fái upplýsingar með einhverju meintu svindli af hinu leikliðinu. Það er Portúgal nefnt í þessum efnum. Það er mikill hitt út af þessu. Þetta hljómar eitthvað svo einkennilega sko, fyrir okkur sem verðum vitni að öllum upplýsingunum í beinni útsendingu. Já, sko bæði er þetta nú spennandi hvernig þetta er tæknilega fært en hvorugur okkar veit það nú en lagalega er nú gaman að segja frá því að fyrsta ritgerðin mín í lögfræði var einmitt í menntaskóla þar sem ég var á íþróttabraut þó ég sé svona lítið áhersamur íþróttir og þar að því ég nefndi ekki að skrifa íþróttir þá skrifaði ég lögfræði og eitt af því sem að þar reyndi töluvert á var sko hvenær gilda landslög á leikvellinum fótboltavellinum eða handboltavellinum og hvenær gilda bara íþróttareglur. Þetta er svona svipa kannski eins og landslög og þjóðaréttur sem við stundum talað sko. Þetta eru sikkvort réttakerfið og þarna geti verið álitamál hvort að landslög það hvort og hvenar má hlera hreinlega gilda eða hvort að er einhver íþróttareglur sem taka á þessu. Já, veit. Sko, við erum nú báðir að norðan
og bærinn þinn hefur verið í, og minn, svo sem líka, Akureyri hefur verið í fréttum síðustu daga vegna meintrar hörku við handtökur. Þetta hið svo kallaða vélfagsmál sem að margir segja mér að þeir átti sig ekki alveg á hvað snúist, en ég ætla ekki að fara að reyna að reykja það hér. En eitt af því sem hefur fundið að þarna séu einhverjir norrlendingar, einhverjir akureyringar handteknir fyrir ráma börni sín í þessu vélfagsmáli og Mogginn í dag fjallar þetta og talar við menn sem að segja að þetta gangi ekki og sjálfum finnst mér þetta kannski pínulítið amerískt. Hvað þetta að segja? Já, sko, handtaka náttúrulega þvingun aðgerð sem hefur ákveðin tilgang að sko tryggja, að maður sé til staðar og færður til yfirheyslu, þannig að maður sér ekki alltaf sko til hvers þarf að framkvæma hana svona hratt og leynilega og harkalega eins og maður sér oft í bíómyndum, og ef að þetta verið að gerast hér í máli sem að varðar fyrst og fremst svona túlkun á alþjóðareglum og viðskiptaþvingunum, þá undrast maður það ef það gert mjög harkalega og án tillits til fjölskyldu. Ég sé ekki alveg þörfina sko að gera það, en annars handtaka auðvitað bara valdbeitingar aðgerð og dæmi það að ríkið hefur það sem kallað stundum í réttarheimspeki bara einkarétt á ofbeldi. Lögreglumenn mega beita ofbeldi ef það til þess gert að handtaka mann eða yfirbúa mann, en ofbeldi má hins vegar aldrei vera meira en þörf og til eru líka gamlir og frægir dómar það þegar lögreglumenn ganga á langt og ríkið verður bótaskylt. Já, manstu í fljótu bræði eftir mörgum einkamálum sem hafa verið höfðu gegn lögreglu eftir ofharkalegar aðgerðir? Já, það til alveg hellingur af því í dómasamni Hæstaréttar og víðar og sektar dómar ýmsir. Sektar, það nú kannski sjaldnar að það séu sko refsingar, það þarf að vera mjög harkald til þess að lögreglumanninu sé refsað, en það iðulega greiddar bætur og stundum þetta nú það óumdeilt að þetta þarf ekki eins og að fara fyrir dóm, þá semur ríkislögmaður kannski bara bætur fyrir of harkalega handtöku eða of langa vörslu eða of langt gæsluvarðhald og það hreinlega komnir bara svona verðmiðar á það held ég. Staðlaði nokkuð. Bútmyndavélar eiga að vera gögn í þessum málum, en svo hefur komið fyrir að hafa bara alveg óvart slökkt á þeim, segja þér, þegar uppkemur umdeilt atvik. Já, og ég þekki nú ekki reglurnar hvernig á að beita þeim, og hvort það á alltaf vera kveikt á þeim eða hvenær sko. Það virðist nú vera einhver hendistefna. Ég veit það ekki. Já, svo ég reynir nú að tjá mig fyrir hönd hins, við reyna að skapa lögreglunni enn meira aðhald eins og mér finnst að fjölmiðlamenn eiga að gera. En sko, þú myndist á þessa hörku og það var nú reyndi ég sem að byrja á því að ræða hörkuna, en sko, þú myndist á handjárn og þarna eru handjárn einmitt yfir, virðist mér samkvæmt fréttaflutningi í Mogganum, bara yfir hábjartan dag sko, og maður spyr sig, ég þekki þetta úr öllum bandarískum sakamálaþáttum og bíómyndum, en ég veit það ekki. Nei, mér skilst á lögreglumönnum sko að þetta sé oft gert til þess að sko tryggja öryggi, bæði lögreglumannana ef að sakborningur eitthvað æstur og sakborningsins sjálfs og náttúrulega hann flýi ekki, en ég á stundum með að átta mig á akkur það gert í eins og svona hvítflipamáli eins og þessu sko, en Já, þetta er áhugavert, við fáum vonandi meiri fréttir af þessu máli, en ég heyra að þetta það sem margir eru að tala kannski við endum á svona vangaveltu. Ég var með Þorvald Þórðarsson eldfjallafræðing í gær. Hann sagði að það væri uppi skiptarskoðanir meðal vísindamanna hvort hefði verið gengið og langt í varúðaráðstöfunum í kjölfar Reykjaneselda, og hann talaði þöggun og gagnrýnendum samhæfra viðbragða íslenskra stjórnvalda sem að náttúrulega byggjast að mestu leyti á einhvers konar vísindalegri þekkingu, að gagnrýnendum hefði ríkt út af umræðuborðinu, hefði ekki mátt taka þátt í umræðinu bara núna í
misserum saman og ég hef nú boðið þeim sem að hann gagnrýnir að koma hér á rauðaborðinu og tjá sig. Þeir hafa ekki lýst vilja til þess en þetta náttúrulega eitt stærsta mál okkar síðari tíma, það að kaupa upp allar eignir í Grindavík og bara gríðarlega stóra aðgerð og sumir kynna og segja að það væri no-brainer eftir að maður dó þarna, hvarf ofan í sprungu og hraun flæddi yfir hús að við þyrftum ekkert að vera að ræða þetta en það kannski önnur sjónarmið og það kannski þetta með þöggunina og svona allir séu í sama liði eins og Víðir hélt alltaf fram í COVID. Já. Mikilvægi þess að Já, það er náttúrulega stundum einmitt bent á það í tengslu við COVID og þegar stríð herjar á eða ófriður er nærri þá svona þyrpast menn frekar í eina sæng og jafnvel mynda þjóðstjórn og svona en annars er náttúrulega mjög mikilvægt í lýðræði samfélagi og réttaríki að allar raddir heyrist, líka þær sem maður er ósammála og það er bara grundvallar atriði í tjáningafrelsi að það eru líka skoðanir sem eru óþægilegar eða rangar eða vondar sem eiga heyrast því að annars er alltaf spurt hver á að dæma hvað er leyfilegt og þessin er svo mikilvægt að tryggja sjálfstæði bæði fjölmiðla og akademíunar í lögum og helst í stjórnarskrá eins og við lögðum nú til í stjórnlagaráði að það var sérstakt ákvæði þar akademískt frelsi og fjölmiðlafrelsi. Já. Betra eða ítalara en það sem er í gildandi stjórnarskrá. Já. Sum af þeim álitamálum sem upprýsa kannski lagareldismál Hönnu Katrínar væru ekkert endilega að koma upp og skapa þann umdelanleika sem nú er ef við hefðum fengið nýja stjórnarskrá. Nei, ég er svolítið hissa á að framsýn liberal flokkur eins og Viðreisn skuli standa fyrir því sem að mér heyrist á umræðinni núna að haldi sér fram allavega að það sé verið að skapa nýtt kvótakerfi í lagareldinu. Ég hefði haldið að þessir flokkar, sérstaklega Samfylkingin og Viðreisn myndu ekki leggja neitt slíkt til en ef að það væri komið í gildi stjórnarskrá hvað eins og við lögðum til í stjórnlagaráði fyrir 14 árum síðan eða svo, þá væri þetta hreinlega bannað. Þá kæmi þar fram, eða það kom fram í ákvæðinu, 34. grein, að svona almannagæði eins og þá lagareldis staðurinn sem eru firðir landsins að þeir væru ekki afhentir til langstíma heldur bara til tiltekins hóflegs tíma í senn og gegn hæfilegu gjaldi eitthvað slíkt. Þannig að það held ég sé nú bara mjög hæpið pólitískt og að mínum að til lagalega að skapa þarna nýtt kvótakerfi. Ég vona að það verði nú ekki. Þú vilt enn nýja stjórnarskrá? Já. Sem aldrei fyrr? Já. Kæra þakki fyrir spjallið í dag, Gísli. Það er alltaf áhugavert og skemmtilegt að spjalla við og ekki síst þessar sögur þínar aftur í tíman að Hæstarétti. Ég hafði ekki heyrt þessar sögur. Mjög gaman að kynnast þekkingu þinni aftur í tíman á þessum málum. En kæra þakkir. Takk fyrir mig. Og áfram göngum við göttuna, kæru áhorfendur og hlustendur, ekki fara langt. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.
Það komað leikhúsi og eins og vaninn þá ég sendur í leikhús og svo fæ ég aðstandendur sýningarnar til þess að spjalla erindi hennar og verkið. Og hingað eru komin, ég gleymdi að segja það var Ormstunga sem var núna. Ég fór held ég á laugardaginn með á frumsýningu sem var, svolítið merkilegur viðbrögð myndi ég segja. Gríðarleg, salur tók vel í sýninguna og klappaði mikið og mér fannst eitthvað svona stemming í salnum og ekki síst vegna þess að það verið kannski bara höfundarnir sem var að slá í gegn og þeir eru svo hlægilega ungir. Þeir eru Hafsteinn Níelsson og Ólafur Þorsteinsson. Mér fannst það svona svolítið stemming í salnum. Að það veri, eins og stundum að vill salurinn gefa eitthvað upp á sviðið. Þannig mér fannst það eitthvað hluti svona auka þarna að þetta væri svona... Allir með þeim í liði. Er það ekki? Jú, alveg 100%. Já, mér finnst það svolítið þannig. En hérna eru líka leikararnir. Það Jakob van Osterhout mjög vel sem að syngur titulhlutverkið. Syngur það ekki? Jú, og rappar og fleira, sko. Já, en maður segja bara syngur frekar að leikur hlutverkið eða eitthvað. Er þetta ekki eitthvað svona söðpóttur? Jú, ég myndi nú ekki bara segja syngur, sko. Nei. En ekki bara leikur? Nei, því þú ert auðvitað með leikræna túlkun þegar þú ert að syngja lagi. Söngleikur. Já, söngleikur. Syngur og leikur. Já. Og Ilmur Kristjánsdóttir, hún syngur og leikur líka. Svona auka aðstóðarmann. Já. Svona Sancho Panza típu ykkur. Já. Ég er í föruneyti Jakobs. Og fær þá að vera fyndin og skemmtileg. Já. Á meðan að þau greiðunga fólki sem að leikur. Þau þurfa að bera þetta upp. Það var svo ástfangið og svona Já, að þau eru svona næstu að þetta er verið leiðileg. Það er svona mjög gaman að hafa svona komikur í líf í aukapersónum. En söguhetjan er sko aldrei jafn sterk nema að hafa gott föruneyti með sér sko. Það skal alveg vera á hreinu. Skósveinarnir sko. Grú væri ekkert eða var ekki skósveinarnir. Þeir eru svolítið í þessu hlutverki sem þetta er svona... Já, klárlega. Þetta er útpæltið okkur. Já, heldur betur. Herðu, þetta er náttúrulega byggt á Gunnlaugs sögu Ormstungu. Já, heldur betur. En kannski ekki. Kannski ekki? Nei, svona... Einsögu þá. Það er samið inn í þetta. Þetta er svolítið svona invasion of the body snatchers. Það kemur svona nútímaleg viðhorf sem er svona sett inn í persónunar. Þetta er ekki þúsundara gamalt fólk. Nei, þetta er ekki perióda í rauninni. Það sem við vildum gera var í rauninni bara að blása nýju og kannski svolítið svona nýju lífi og nútíma viðhorfi á þessa sögu og koma með kannski nútíma tilfinningar inn í söguna því að Íslendingasögur eru kannski allræmdar fyrir það að vera hérna kannski tilfinningarsnauðar en það er rosa spennandi og mikil atburðarás og yfirleitt atburðarás sem gerist í gegnum gjörðir persónanna en það er aldrei og hvað er ekki að sjá inn í þér? Nei, við fáum aldrei að sjá akkurru var þessi gjörð gerð, akkurru fer Gunnlaugur frá Helgu hinni fögru til þess að vera frægur, akkurru fer Hrafn og giftist Helgu hinni fögru, þannig það er svolítið gaman sko fyrir höfunda að sérstaklega með svona gamlan arf að reyna að fylla í eyðurnar og það er ákveðið frelsi líka í þessum fornu sögum sem við höfum. Og að því að þetta er söngleikur og líka þetta væri ópera, að þá er þetta ekkert eyðurnar, þetta er eiginlega bara lungan úr sýningunni. Það er þetta eintal sálarinnar út í tómið sem er ekki í sögunni og þið þurfa að semja. Nei, einmitt, það er kannski bara allavega hvati persónuna er klárlega eitthvað sem við þurftum að vinna að en maður, þegar maður er að lesa þetta þá, og skoður undirtextan og bara setur ákveðin gleru á sig þegar maður fer að lesa þetta, ef maður er að lesa þetta út frá að hugsa að þetta eru tilfinningaverur að þetta var vonandi allt fólk sem var til í alvöru. En við förum aldrei inn á við í bókinni. Það var við ákveðum að kryfja persónunar. Þegar við vorum að lesa bókina í fyrstu þá vorum við að kryfja persónunar og sjá bara hvernig er hún að bregðast við hérna ef hún myndi frétta þessum, þú veist hérna Helga hinn fagra, hvernig myndi hún bregðast við ef hún myndi frétta af þessum draumi sem pabbi hennar dreymir í byrjun bókarinnar. Hann kemur í raun seinna fram hjá okkur. Og við erum líka að lesa milli línana bara Hrafn segir þegar hrakfalli hans er og Gunnlaugur svíkur hann.
nú lokið okkar vináttu en það aldrei búið að gefa þetta kynna þeir voru vinir áður en þá var bara þessi litla lína bara var þetta krydd sem voru bara herðu, hvað ef við byrjum bara söguna á að þeir kynnist, þeir eru vinir sem gerir einmitt svona sterkari vinafallið sko ennþá sterkara. Já, við gefum okkur alveg bessaleyfi til breytinga líka og bara líka til þess að einfalda söguna. En það sem ég var að meina, mér finnst bara að vera skamt liðið, því ég fatt að þetta bara nútíma fólk. Þetta bara fólk sem drenginni vilja meika það og þetta bara hversdagslegt nútíma fólk. Algjörlega. Það ekki verið að reyna að færa aftur þú veist hvernig Gunnlaugi Ormstungu leið. En hver segir að þetta fólk hafi ekki haft draum að meika það? Jú, ég meina það ég ekkert að segja að fólki líði ekki eins núna og fyrir 1000 árum. En mér finnst bara ákvörðun ykkar svona, að fara bara eiginlega að gera þau nútímana í staðinn fyrir að fara eitthvað svona, það ekkert verið að segja mér að þetta gæti verið fyrir 1000 árum. Einmitt, ég held að þetta sé líka bara svolítið rótgróið í okkur, svona bara það sem var gert í gamla dag og þannig, þú veist, þeir vilja fara út, þeir vilja ekki vera skáld á Íslandi, þeir vilja fara út og sækja frægð og frama í bókinni, þannig að það svona einmitt, þeir vilja Það passar svolítið við svona meikdrauma Íslendinga. Algjörlega. Og ætlunin aldrei, skilurðu, að segja söguna bara eins og hún gerist í bókinni eða fá innsýn í hvernig allt var á þessum tíma endilega, þetta í rauninni bara blása nýju lífi í þessa sögu og fá kannski og fá áhorfendur til þess að hugsa, það væri kannski gaman að vippa þessari upp í baðinu og eins að gluggi hana, sjá hvernig þetta var. Þetta er rauninni bara önnur hlið af þessu. Við erum aldrei að reyna að segja að þetta sé svona saga. En ég fari heim og lesi Gunnlaugsögu? Hvað segirðu? Er þér ekki alveg sama hvort ég fari heim og lesi Gunnlaugsögu? Ég var í skíunum með að myndi fara að lesa Gunnlaugsögu, já, eftir sýninguna. Það er rauninni bara markmið okkar sem höfundar, sko, er að ýta undir hennan arf sem við höfum, sko. Aðeins var þetta með nútíman að maður heyri það líka, það svona frasar sem eru svona hversdagsmál og mjög klísjur, bara notaður mjög mikið. Annars verður það kannski til þess að nútíma tengja mann eða kannski er þetta bara að því allt í bundnu máli og það er svona álag á eyrun. Kannski er það auðveldara bara að hjálpa manni með því að hafa svona frasar og klísjur úr hversdagslegu máli. Eins og hvað? Nú get ég ekki muna, ég var nefnilega að hugsa, ég hugsaði þegar að horfa á þetta, en svo bara manni það ekkert. Það er bara svona, eins og maður heyri bara íþróttafréttamenn vera að lýsa, alltaf vera þessu þrástætt að lúti gras og eitthvað svona, það verður ekkert í vindinni. En þú veist, En við notum þetta nútíma frasa líka bara til þess að svolítið að gera þetta svolítið tímalaust. Við erum að vinna með forna íslensku og á bara sama bó erum við líka með íslensk nútíma bara hugtök og svo bara slettur til þess að sýna bara báðar hliðar af tungumálunum okkar. Fannst þetta ekki ilmur í textanum að væri svona svolítið mikið af svona tengingum yfir í svona Fokkusu sitt upp og allt þetta. Er það tala svoleiðis svona nútíma? Mér finnst textin svo tímalaus í rauninni og mér finnst uppsetningin vera það líka af því að þú veist við erum ekkert beint í nútímanum, ég meina við erum að við ferðumst á knörrum og við erum í svona dálítið víkingalegum búningum og þannig að já, mér finnst þetta að vera svolítið svona tímalaus sýning þannig, sko, en þetta er svolítið Þetta er ekki Hrafn Gunnlaugsson, sko, Flósi Ólafsson að borða mat úr trógum, þetta er ekki svoleiðis verið að minna mann á hvernig það var í Galanda. Nei, ekki beint þann, nei. Það er bara líka búið að gera það. Það er bara íslensk minni svolítið í þessar sýningu og þú veist, þeir eru með sjóarahatta sem eru, þú veist, voru ekki til á þessum tíma, sko, en það er bara svona íslensk minni og fjöðupennana, það eru verið að vitna í ansi margt þarna, sko, þetta er bara svolítið, þú veist, þessi sýning er bara svolítið að halda upp á Ísland líka, sko. Og ég meina líka að þetta sé svolítið nútíminn að bara anda inn í fortíðina hjá okkur. En það er í rauninni, sko, þú talar einmitt að þetta sé svona mikið nútíma hugtök, en svo vönduðum við okkur líka við að einmitt að taka bara setningar orðrétt upp úr bókinni og líka útskýra aðeins hvernig hlutirnir virka. Til að kaupa skip þá þarftu fararefni eins og er í bókinni. Þannig þetta er... Skilabúinu til sal þetta er bæði. Já.
Og það sem er líka varandi nútíman og gamla tíman sko, að þú veist, það sem eins og sagan skrifuð upphaflega, að þá eins og þeir eru búin að koma á orðið, að þá þetta allt svona svolítið kalt sett fram og það ekki almennilega sett fram hvernig Gunnlaugi eða Helgu eða Hrafni líður varandi þessi afbrýðisemi og allt þetta, maður sér það bara beint. En það sem við erum að gera og þið gerir svo fallega að það eru sko Gunnlaugur og aðalega Hrafn settur í sögumannarhlutverk og þar fær hugurinn svolítið að tala beint út til áhorfenda og það svolítið innri díalógur sem á sér stað og það eru nokkru stöðum, sérstaklega þarna í lokin þegar Hrafn og Gunnlaugur hitta hvern annan eftir langa tíð, að þeir tala við hvern annan á sama tíma í einhvers konar sögumannarhlutverki og að tala innri hug og þar kemur inn þessi nútími, við fáum að skilja persónuna betur í gegnum það. Við erum ekki bara kaldir líkamar á sviði að vera bara einhvern veginn bara þykjast vera einhverjir svaka kallar, þú veist, það einhver dýpt þarna inn í sem að verða líka að vera í söngleikjum, af því að söngleikir það einhvern veginn hækkaður level af raunverulegu ástandi, það svona aðeins upphækkaður raunveruleiki. Og byggir líka á þessu svona innra tali, eins og óperur, svona aríur, ekki samtöl, heldur svona innri tjáning út í tómið. Það ofta ekki ljóst hver að taka við, sko. En mér fannst, sko, ég sá uppsetninguna hjá þeim í Listaháskóla sem var nú upphafið að þessu ævintýri og ég var algjörlega heilluð, líka því að sagan var svo skýr. Mér fannst ég fá sko eiginlega hvert einasta orð, þó þetta sé alveg, þetta mikið að meðtaka, en hún varð bara skýrari en nokkru sinni fannst mér þessi saga. Og ég held að, þú veist, sonur minn 12 ára var mitt á þessari frumsýningu og hann alveg rosalega upptekinn af þessum textum núna og það svo mikill galdur held ég að ná að lokka inn og fá áhuga á tungumálinu líka þarna, því að þú veist, þeir nota það alveg snilldarlega, sko, einmitt með því að blanda þessu saman. Þú varst nú að taka dæmi að leggjast undir feld, hvernig Já, ég hugsa svo hratt að það engan feld að leggjast undir feld, þú veist, þetta svona bráðislega flotti gullmólar inn á milli sem sagðir í mjög hröðum texta, þannig að maður þarf eiginlega bara að koma oft til þess að átta sig á þessu, sko. Vera vitni í business mode. Mér finnst maður samt grípa textna bara mjög vel. Já, heldur betur. Það ekki eins og maður sé að bíða eftir að vilja fá svona eins og oft í óperu að fá textana til hliðar til þess að geta lesa, það ekki þannig, sko. Nei, akkurat. Auðvitað næri maður ekki öllu. Nei, en bara þannig. En maður nær þetta svo ríkt. En maður nær öllu. Já. En þessi sýning í það er náttúrulega einn ástæða fyrir það að þið var að segja áðan að sko salurinn vildi þakka mikið fyrir sig. En náttúrulega þetta svona hetjusaga í þessu. Það sett upp þetta verk sem annars ársverkefni hjá Hadda. Með mitt. Varstu hissa að sjá þetta svona velþroska stykki sem frá svona ungum mönnum? Já, verulega. Það því mjög þú bara svo mikil dýpt og svona þekking og þú veist, það já, það ætti kannski ekki að koma manni óvart en það gerði það, sko. Mér finnst þetta mjög svona það kom okkur líka óvart. Já. Þetta var náttúrulega bara við vorum komin í ansi krappan dans við tíman hérna þegar við vorum að fara að sýna þetta. Já, nei. Þannig þegar við sáum fyrsta renslið þá vorum við bara, já, við gerum þetta. Já. Vorum á Rauða ljóninu hérna fjóra vikur í frumsýningu að hitta allan leikhópinn og vorum bara, jæja, takk fyrir að segja já við þessu. Það eru 12 lög eftir sem við höfum eftir að klára. Það voru reynda 14. Fyrsta kóraæfing byrjar á morgun. Já. Og Helga Salvör, vinkona mín, ég sé bara tómið í augunum hennar eftir ég segi henni þetta. Það var nú bara hjá öllum held ég, það var allir bara smá. Þetta var svo mikið þaukverki líka þarna því að þið æfðu þetta bara á einhverjum vikum, sko, 2 vikum eða eitthvað. Maður var í spennufalli yfir svo mörgu. Þegar maður var í spennufalli yfir, þú veist, við kláruðum skrifin á réttu tíma og við náðum að æfa þetta, við náðum að gera svo flottan kór á þessum tíma og með þessar sviðshreyfingar á alltaf bara cirka 4 vikum. Það var ekki sagt mann, hann var svo stressaður að hann virkaði fullkomlega rólegur. Já, maður var svona eflaust, já. Það var alltaf að reyna einhvern veginn að halda dampi. En svo svo gaman, sko, nú erum við líka núna búin að upplifa í rauninni 2 spennuföll, bæði í LHÍ og núna í Þjóðleikhúsinu.
og ég var hissa hvað í þetta sinn var einhvern veginn í rauninni engin svona blues sem tekur yfirleitt yfirmanni svona sem höfundur svona þegar maður búin að vera lengi í ykkur verki og svo frumsýnir maður það og þá maður svona komin í smá lægð og svona þetta búið mér finnst það bara vera rétt að byrja og ég bara ennþá þessu bleika skýi og eftir við Hvað er rétt að byrja? Þetta Ormstungu ævintýri ég ætla bara En þú ekki búinn sem höfundur? Nei, ekki sem áhorfandi ég ætla bara að mæta á alla sýninga bara sem hressasta amman í salnum og vera bara Sko ég held, mér finnst líka svona það einhver svona blessun yfir þessu og líka sem einhvers konar upphaf á bara nýfengnum áhuga okkar á Íslendingasögunum og það búið að vera svo mikil látið og við erum einhvern veginn algjörlega búin að gleyma þessu og ég sjálf sko hef ekki lesið nema bara Egilssögu og Njálssögu og þú veist og maður hugsa bara, vá, ég hlakka, nú þarf maður að fara að lesa Laxdælu og og ég meni, ég heimsótti safnið í Reykholti hvað heitir það aftur? Snorrastofu já. Og held ég fyrra sumar eða eitthvað og það var sko þetta var náttúrulega eins og einhverju svona grínmynd það var ég hugsa að það var enginn á stæðinu samt að skilti sem stóð opið og ég bara getur verið það lítur að loka nei, það var enginn þarna inni og sko safnvörðurinn var sjálfur í afgreiðslunni grafinn inn í svona einhverjum hvað er það svona munum Já, bara einhverjum Já, svona sem maður kaupir, já, nei, svona, þú veist, svona minjagripum og svo heyrðist bara svona blub og lag úr loftinu yfir legsteina sem var búið að setja þar og þetta var svona, mér ást þetta svo tákgrænt fyrir hvar við erum með þjóðar, hvar arfurinn sko. Það bara, við erum ekkert að sinna þessu og mér finnst einhvern veginn eins og ég veit líka að það Hugleikur búin að vera að gera teiknimyndir upp úr Íslendingasögunum og þær að fara að koma því ég held þetta sé svona, við erum að fara að sigla inn í svona það sem við erum aðeins að fara að huga að þessu menningararfi sem svolítið Nú sonur þinn, hann ekki að lesa teiknimyndasögur upp úr Íslendingasögunum? Ég bara lesið Njálu fyrir stráki menn sem þetta Njála, ég man eftir því ég var teiknimyndasögur það hjálpaði mér rosalega að skilja sögurnar og rosa flottar sögur sko og rosa vel uppsett og sonur minn sko hann að vera 30 ára núna þannig að hann er vel hann fór einmitt á sýningunni núna Ormstungu og var mjög heillaður sko en þetta náttúrulega bara daglegt brauð fyrir hann ólst upp á þessu sko við skrifuðum milli lúra sko þegar vorum Þetta kannski ekki sýning fyrir 30 ára Hann allavega hann myndi segja annað Áður við klárum sýningi var keypt Já, hún var það Í miðju spennufalli var hún keypt Hvernig fór það fram? Þú fékkst fjarverandi í tíma Já, ég fekk fjarverandi fyrst og fremst fekk ég fjarverandi í einum tíma Það var sko fundurinn áður en við skrifum undir en það var þetta var 2 dögum eftir frumsýningu og bara frá frumsýningadegi þá vissum við að það var eitthvað í loftinu enda í einhverju brjálæðiskasti ákvað ég að bjóða dramatúrgum og leikhússtjóra Þjóðleikhússins á sýninguna bara því að þetta spennandi og þetta var eitthvað svona blautur draumur í okkur bara það væri geggjað að sjá þetta á Þjóðleikhúsinu en við hugsaum líka að þetta gæti bara verið gott tækifæri fyrir þau að kynnast okkur og okkar vinnu og kannski eitthvað væri pláss fyrir svo eitthvað ríkt samstarf eftir nokkur ár en svo bara 2 dögum eftir frumsýningu erum við mættir og þau voru bara svo sannlega hrifin að þessu og þá voru þetta 26 lög, 1,5 tími og í rauninni skrifu undir samning þannig að þetta bara sýningaréttur en á sama tíma að því að var langur tími í þetta alveg 1,5 ár þá fengum við rými innan Þjóðleikhússins að þróa verkið áfram og gerðum það svo með dramatúrgum hússins og leikstjóranum Gísla Erni En samningurinn gerðu bara nokkur dögum eftir frumsýningu í skólanum Þetta var bara keypt á færi Já, þetta gerist allt í sömu viku Þetta var alveg mjög svona hún móðu þessi vika sko það við vorum í þvílíkri keyrslu að koma bara að sýna þessa sýningu Sömdu ekki af ykkur, fáðu ekki bara of lítið þá Hvað segirðu? Sömdu ekki af ykkur? Nei, það er rithöfundasambandi dekka okkur Þau eru vel dekkuð Við létum nú fólk fara yfir þetta sko En þetta eru nú bara einhverju kjarasamningar sem var eitthvað svolítið erfitt að vera eitthvað poti sko
Varst þú í skólanum líka? Nei, ég bókaútgefandi, þannig að ég þekkti nú til svona samninga og svona. Og hvernig þekkist þið? Við kynntumst á leikskóla en erum ekki æskuvinir, sem þýðir ekki að við vorum óvinir í æsku, en við vorum kynntumst sem starfsmenn á leikskóla. Já. Þetta var svo góð lögleik. Þetta, ég fór í eitthvað. Þetta sögumæður. Þetta höfundur og sögumæður. Já, þannig við kynntumst í leikskóla, já. Er þetta búin með námið? Sem starfsmenn. Er þú búin? Já, ég útskrifaðist núna í vor, í fyrra. Útskrifaður sviðshöfundur, hvað sem það nú þýðir. Það er alltaf erfitt að útskýra það í jólabóðunum. Og þið útskriftaverkefni var hvað? Það var annarsöngleikur eftir okkur. Það var annarsöngleikurinn okkar upp úr þorskastríðunum, talandi íslenskan arf. Það ákveðum við að taka svona frekar svona sögulegan arf og kannski aðeins ekki eins fjarr okkur og Íslendingasögurnar og gerðum 5 leikara söngleik upp úr 3 þorskastríðum þar sem þorskarnir sögðu söguna. Og það fór á fjallinar hjá aftur á móti í Háskólabíó síðasta sumar. Já. Það var mjög skemmtileg sýning líka. Já, það var mjög skemmtileg. Það var gaman að það hafi líka fengið smá langlífi eftir skólan. Herðu, til hamingju með þetta alltaf. Takk fyrir. Herðu, en ég ekkert svona mikill söngleikjamaður. Nei. Nei. Takk fyrir að fá okkur. Nei, það bara... En þú samt gaman aður? Já, ég hef svo látið mig hafa það að fara á eitthvað á Broadway og svona. Já. Þetta ekki svona mitt uppáhald. Nei. Mér finnst betra að fara bara off Broadway og vera þar ekstra. Já. Af því það svona þetta alltaf sér heimur, sko. Já. Og það sem að ég var að hugsa út í sala, þá hugsaði ég að þetta svona rappað og svona, þá myndi ég náttúrulega eftir að hafa lesið Hamilton. Já. Og svo þegar ég var undirbúin núna þá sá ég að það talaði þetta í leikskránu. Það var nú ekki svo frumlegt. Því að þegar ég og dóttir mín komum heima þá fórum við að skoða nokkra senur úr Hamilton. Til þess að það væri svona svipaður svona blær yfir þessu og það er það. Þetta er ort inni í þann blæ. Það var klárlega að kveikja þessi stórsöngleikur eftir Lin-Manuel Miranda. Það var í rauninni fyrsta kveikjan. Ég sé þetta 2020 bara á Disney Plus og þetta var í miðju COVID-i þannig ég hafði bara ekkert betra en að gera en að grænja yfir stórsöngleikum bandarísku söguna og fyrsta fjármálaráðherra Bandaríkjanna og á sama tíma er systir mín að lesa Gunnlaugs sögu. Þannig þetta bara svolítið, þetta var bara klassaði saman þessu tveinu. Klassaði saman og ég sendi bara á Snapchat á mína helstu vini bara hæ, vill ykkur skrifa með mér Íslendingasöguna Gunnlaugs sögu Ormstungu sem söngleik í anda Hamilton. Og ég var sá eini sem svaraði kallinu. En er svo ánægður að þú gerði það, sko. Og ég líka, ég er mjög ánægður. Það er auðvitað til kenningar það að svona eins og í fjörunni það er mesta lífið að þú tekur saman eitthvað svona tvennt og lutur þið saman og það verður eitthvað til, þannig að þetta er svona bara dæmi það. Algjörlega dæmi það. Þetta gerðist líka svo hratt, maður var bara nýbúin að horfa á þetta, svo kemur maður morgunin eftir, ég að tala þetta við morgun verðarborðið bara, þetta er ótrúlega flott, við verðum að horfa á þetta saman fjölskyldan. Og svo bara, já það er flott, Hatti minn, hvað ert þú að gera Kamilla? Ég er að lesa Gunnlaugs sögu og ég eitthvað Gunnlaugs sögu, hún var aftur, svo segir hún mér alla sólarsöguna því hún er að fara að skrifa ykkur ritgerð og þá bara sé ég strax fyrir mér bara, já. Vá, bara ég þarf bara, takk fyrir mig, fór bara upp og sendi í Snapchat. En eitt sem að maður, það er ekki svona dansarar, leikararnir eru látnir dansa. Eins og stundum er í svona uppfærslum. Þá er svo mikið byggt á dans. Og það er ekki Hamilton, það er eiginlega bara leikararnir sem er að dansa það. Jú, það eru þetta bara, það er kannski öðruvísi áhersla líka bara úti. Það eru þetta bara miklu meiri dansþjálfun í Broadway leikurum. Það er nú reyndar alveg, það eru dansarar í þeirri sýningu, sko. Það er miklu meira heldur. Já. Er það ekki bara í kórnum líka? Jú. Dans og kór svona, já. En það eru þetta svona oft köllu svona heila þrenning söngleikja, það er söngur, leikur og dans. Triple threat, já, einmitt. En við höfum ekki alveg þá æfingu hjá leikurunum. Vá! Það er bara þannig. En það var alveg lagt upp með það, sko, frá upphafi að kóreografurinn Liam Steele sem kemur frá Bretlandi, hann kom inn með það, sko, alveg vitandi að við værum ekki danshópur, heldur leikhópur. Og hann fer inn í þetta með það í rauninni, með þann ásetning að vinna með bara leikhóps, eða bara ensemble, þú veist. Og
hann vinnur þá þannig að hann bara í rauninni les svolítið bara hópinn og býr til, og býr til hluti út frá okkur og þannig var bara ýmis galdur til og það var mjög gaman og það þú veist, þannig að ég hugsa aldrei eitthvað við verðum að sanna það að við séum betri dansarar en einhverju aðri, þú veist, það var ekki megin hvatinn, sko. Það líka fer eftir hvað dansinn gerir, sko, af því það eru auðvitað til söngleikir sem eru bara með áherslu á dans bara upp á skemmtanagildi og svona til þess að fá svona stóra mynd og rosa flott sjónarspil, en svo eru auðvitað það sem bara áherslan í ormstungu eru auðvitað bara sagan, fyrst og fremst, þannig Það myndi það líka tengast bara uppfæstunni að þetta sé svo leikhópur sko. Maður allir í mörgum hlutverkum og svo bara dansa fólk og sumuleyti törgulega haldið fram að þessi næstu í tísku að vera með dans sem ekki á professional leveli. Já, bara á þessu 28,5 ári þar sem dansarinn blómstrar sko. Heldur megi fólk vera bara alls konar. En truflaði það? Nei, alls ekki. Nei, fannst þetta bara gaman að sjá? Mér finnst hitt er að þegar koma einhverju dansara svona fremst og svo eru því leikarandi svona aðeins aftan í byrjun senu og svona, ég veist bara relíf að losna við það. Mér finnst það oft það svona svolítið vandræðalegt sko. Já. Þessi skipting sko. Og er stundum alveg inn í barnasýningar sko. Okkur fannst Liam Steele dansahöfundurinn alveg vera rosa góður einmitt að búa til hreyfingar sem þjónuðu sögunni. Já, og góður að lesa líka bara í tónlistina. Það er oft einhver hreyfing sem er bara í takt við tónlistina. Já, eða eitthvað sem einhver segir. Já, einmitt, líka það. Hann er bara rosa... Og þótt að hann skilur auðvitað ekki orði í íslensku nema auðvitað orðið kakalaki sem við kendum honum. Já. Var það ekki uppáhaldsorðið hans í íslensku? Minni það. En hann var líka gríðarlega þolinmóður. Já. Miðað við svona breskan aga þá var hann mjög ágáðan marga sjansa. En svo þið þrjú, þið eru náttúrulega með svolítið stór lög sem þið syngið. Jú, einmitt. Þetta er svolítið á ykkur. Já, að mörgu leyti sko. Þú veist, ég hef alltaf litið á þetta sem alveg frá það við byrjum og hvernig upplagið var hjá Gísla að hafa þetta svolítið leikhópsverk. Að ég einhvern veginn, ég fann mig alltaf geta sest inn í leikhópinn, þannig að það var ótrúlega mikið öryggi falið í því, sko. Þannig mér leið aldrei og mér líður aldrei eins og ég sé eitthvað að bera eitthvað uppi einn, þú veist. Þeir eru náttúrulega með svolítið stór lög og mikla tilfinningar og þeir eru bara ein í því. Jú. Hinn eru meira í einhverju svona, sko. Já. En sko, já, í þeim lögum þá er maður svolítið að reiða á sjálfa sig, en það var bara frábær challenge sko og mikið hrós til hennar Kristínu Stefánsdóttur söngþjálfara sem var okkur innan handar. En mér fannst það að þau náðu þessu öll sko. Og ekki ójafnvægi þessu eins og stundu getur verið. Nei, það er frábært að heyra. Já, við þurftum einmitt, sýningin er svolítið að reiða sig á þríeykið þarna sko, það er En svo vorum við líka sko, vorum við rosa uppteknir af því líka að við vildum að fleiri karakterar myndu skína en ekki bara þrenningin, Helga, Hrafn og Gunnlaugur. Þannig við einmitt klæðum öllum höfðingjunum lífi, það er Eiríkur Jarl í Noregi og Englandskonungurinn og Svíakonungurinn og reynum einmitt að sem höfundar að klæða þeim svona í mismunandi búninga og tónlistastefnur. Þannig, og eins og föruneytið gera, þannig þá er svona pláss fyrir meira svona skemmtilegt disco og funk. Þannig, mér finnst þetta klárlega líka að vera algjör leikhópa sýning sem allir fá að skína. En maður finnur líka alveg sem, sko, talandi þau þrjú, maður finnur alveg til ábyrgðar gagnvart þeim, sko. Þú veist að maður, þau verða líka geta og ég var stressuðst fyrir það á frumsýningunni, það var ekki að bregðast ykkur áhörundum heldur þeim, sko. Nei, þú veist, ég var bara, ég held á generalpröfuna eða eitthvað, þá klikkaði ég, sko, glemdi ykkur setningu og ég sá bara svona í augunum á Jakob og hann bara, þú átt línu. og ég bara, þú veist, þarna, því þau er svo mikið, þau verða að geta, þú veist, maður vill vera... Sviðið inn í senuna, ekki koma að skakla maður vill líka vera öryggi fyrir þau, en ekki þau fyrir okkur, skilur. Ég var alltaf öryggur í kringu þig. Já, sömulegis. Síðan kemur Ólafur Hrönn og Stellusennunni. Talandum Jarlinn í Noregi. Eiríkur Jarl, það er mjög erfitt að vera Jarl. Það var eitt af fyrstu lögunum sem við skrifum fyrir hann söngleik.
árið 2021. Þetta svo fyndið, sko. En hún tekur svo að hún bara, það svo rosaleg sinna hjá henni. Já, hún skín og svo líka Svo að mitt talandum Liam Steele, koreografirinn, hann ánáttúrulega líka mikið, hann les þarna líka bara karakterinn og leikkonuna og hvað fyndið og hvernig á að gera þetta, þú veist. Og þetta eins og krakkarnir segja, þetta ógeðslega fyndið. Já. Sú sinna. Já, það í rauninni bara líka, það var klárlega svo gott af því hvað þetta 13. lagið í sýningunni og búið að vera mikið uppbygging og smá drama, hann var algjörlega viljandi að hafa þarna inni eitthvað svona algjört uppbrot, komist uppbrot allt svolítið á takti og leyfa bara svolítið þessari senu bara anda og leyfa okkur að hlæja með þessari ég fer alltaf að hlæja þegar hún segir hún að tala um að pappin hafi verið hálsökvinn og ég var bara 30 ára og háls ég skáru hann á háls, ég var bara 30 ára og háls já, en þetta ótrúlega fyndin típa svona sjálfsvorkun sem vendu svona sem við konum svolítið við, þess vegna þetta svo fyndið. Það bara svo erfitt að vera jarl, þetta bara En ekki strax á eftir þessu sem að Gíó kemur með hann að koma eiginlega svona, þetta kapli í þessu Það eru Gíó? Nei, fyrir ekki Gói Gíó Karlsson? Ég svo gamall sko Jú, Gói kemur svo og með England, hann Englands konungur aðalráður og hann mitt hann rosagóður Við skrifum hann sem eins konar svona þú gerir ekki díl við djöfulinn típu svona glaumgosa, eitthvað sem þú heldur þú getur treyst en svo hulunni svift alveg í lokin og þetta bara algjör hrotti og rosa gaman að vinna með Góa í líka einhverju svona smá svona grimmu hlutverki líka á illmenni hann sem komin á þann tíman að ég var að leika illmenni og þið bara feiki góður í því það getur allt þessi hvað er þetta? Hvað þetta verk, hvað erindi þetta verk inn í okkar tíma fyrir utan að vera ít okkur í það að fara að lesa Gunnlaugs Jónsdóttur? Mér finnst þegar sem hún segir í lokalæginu hvað gerir mann að hetju mér finnst það að vera svolítið svona þess spurningin sem að maður á að setja uppi með hvað, þú veist, er það einmitt og hverjir eru það sem skrifa söguna hver metur þitt virði þannig að mér finnst þetta svolítið vera það þú veist og sérstaklega einhvern veginn, hvernig heimurinn í dag alltaf allir að þarna verða eftir, liggja allir í valnum og það eru stríð hér og þar bara út af egóm 2 manna og sem gömul saga ný og þeir eru samt svo vinnur einhver og hann gerður að hetjunni og það er hetjan og það er alltaf hetjan sem við erum að horfa til af því að þann vann eitthvað stríð og þannig að spurningin bara hvað gerir mann að hetju, þú veist, það er Akkurat. Spurningin. Ég hugsa oft í nú ég kannski að spoila en jú, ég segi það nú bara að í lokin þegar bókin hefur komið út jú, fyrir nokkrum árum þegar þeir drepa hvern annan Hrafn og Gunnlaugur ég sá bara fyrir mér þú veist, bara hnífaburð ungra drengja þú veist, þetta eru menn sem eru komnir allt og langt í einhver aðstæður sem hafa enga stjórn á og hafa ekki kannski tilfinningaþroskan eða getuna í að segja sinn hug þangað til að það er orðið of seint og þannig halda þeir bara á sverðunum sínum og eru bara Gunnlaugur er búin að höggva fæturnar af besta vinnu sínum og hann eins og þeir komið svo sterklega með inn í svona loka monolog sem er sungin að bara hvað er ég búin að gera og eftirsjáin en þá er bara allt, þá er þetta orðið of seint og ég sá bara fyrir mér 2 unga menn einhvern veginn bara á Austurvelli með hnífana sína sem er svo sterkt og mér finnst það líka að vera það svona lögð áherslu á þeir eru svo ungir þetta eru bara strákar þeir eru bara 20 Þannig að þinn tekur ángar ákvarðanir Svo sannarlega og bara frægð og frami er ofar öllu í hans huga og bara mjög narsissískur og sem leikari verður maður náttúrulega einhvern veginn maður verður að geta haldið með honum alla leið í gegn og það er þú veist það er ekki þannig að ég skilja hann fullkomlega bara þú veist hann að ég réttlæti hans ákvarðanir en þegar þú ert komin
ef ég set mér í spór Gunnlaug sem komin svona langt bara, þú komið allt upp í hendurnar fræð og fram í öllum þessum löndum, hann búinn að fara til Englands og Svíþjóðar og brenna margar brýr að baki sér og ástin eftir heima að þá einhvern veginn svo ég get alveg skilið hann að það auðvelt að gleyma öllu þegar þú ert bara með allt fyrir fram að þig þangað til að það sem raunverulega skiptir máli sem er vinskapurinn og ástin að það er það sem situr eftir. Hann er náttúrulega ekki með allt fyrir fram að sig því að hann vill alltaf meira, eða ekki? Hann vill alltaf meira, jú. En svo í peningum sagt sko og eignast miljón þá eignast 10 þá 100 Þetta er græðkin sko. 100 miljard og 10 miljard og þetta er endalaust. Þetta er botlaus hít. Þetta er botlaus hít. Já. Þetta er það. Það er þannig. En kannski viljum við þetta bara allt hvort tvekja. Vilt þú ekki fræða og frama og konuna og Helgu Fögru og allt rastli bara? Ég vil bara hafa gaman meðan ég lifi en auðvitað við förum ekki, við talandi það sko, þegar við byrjum á þessari ég er að vonast þess að við talið endi með því hann höggva eða fættumar það verður seinna það verður næstur við mætum en þegar við byrjum þessa vegferð þá er þetta bara 2 bestu vinir að bara að lepja á kaffi og ætla að skrifa einhvern söngleik, þú veist, og það er einmitt svo, og þetta var bara sköpuna gleði, alltaf, og við erum núna að fara að byrja á næsta verki okkar saman og það er ekki eitthvað að hugsa pening eða þannig, þetta er bara okkur kýtlar út af, við viljum bara fara að skapa saman aftur og það var líka með Þorskasögu, við vorum aldrei með einhverja pælingu, við ætlum að gera þetta fyrir pening eða neitt þannig. Kjarnin kemur frá sköpunargleðin, alltaf. Það kemur alltaf og líka bara gleðin að skapa saman út af þetta er alveg samstarfi okkar Mér finnst það líka að hafa lært það á mínum ferli og það sem stendur alltaf upp úr, það er alltaf sköpunarferlin, það er ekki resultatið sko. Það er bara, það eru þessi kaffihittingar og það er þetta að kjafta og skrifa smá og þið veitir allt þetta og bara félagskapurinn og hlátursköstin og allt þetta sko. Og smitast það yfir á verkið. Algjörlega. Það er svolítið flókið sko, hverjir eru höfundar? Já. Þú gerir tónlistina? Já, við sem sagt handritið saman. Ég samti öll 30 lögin. Jói P. Hver er orðhagur? Er þú orðhagur? Orðhagur? Er það bara Gata rýma og svona? Ég kann núna rýma, hann kendi mér að rýma, hann hafði. Við semjum þetta saman? Við skrifum alla söngtexta saman. Við gerum handritið saman, skrifum allt saman, en hann gerir tónlistina og svo kom Jói P. að tónlistinni og Hvað er það? Kemur hann til þess að svona laga eitthvað? Í rauninni sko, við erum með 26 og svo bætum við 4 lögum við. Jói er ráðinn sem tónlistarstjóri og bara í rauninni til þess að bara upphefja þessi gömlu demo að því ég er í rauninni, þetta var bara þetta var mín frumraun í að semja tónlist og það var bara ekki alvanalegt að menn byrja á heilu söngleik. Nei, og alls ekki og þetta var í rauninni bara algjör meðbyr að fá hann inn, hann var með svo mikla reynslu sérstaklega í útsetningu, hann er búinn að vera ótrúlega duglegur líka að útsetja fyrir bíómyndir og þannig hann var rosa góður í að koma með bara taka gömlu lögin og í rauninni hann útsetti þau með kjarnanum mínum en svo bætti sínu stöffi ofan á og þess vegna er hann titlar með höfundur tónlistar og á bara fullt í þessu líka en auðvitað koma lögin frá mér og söngtextarnir frá okkur þess vegna eru við höfundar orðstungu þetta er erfitt sko því að þetta er sungið í gegn þannig það er í rauninni það er engin leiktexti þannig þá skil ég kannski akkur fólk á kannski erfitt með að setja okkur í box og því það er ekki bara eitt sem skrifar textan og svo eitt sem skrifar tónlistina, þetta er algjört flæði saman og þú átt nokkra laglínur að inni líka. Skulum alveg halda því til haga. Já, eina kór útsendingu þarna. Og svo á kærasta mín 3 línur þarna og mamma mín og amma mín þú veist, heilt lag bara. En þú hlýtur að hafa spilað svona á hljóðfæri? Jú. Ég æfði á harmoniku. Okay. Það er svo geðveikt. Þannig takka harmoniku, báðu megin þess að spila ég á píanó svona eins og granmeðla. Ég kann ekki nota þumlana mína. Þannig það er rosa gaman að fylgjast með mér semja. Og bara auðvitað læriði hljómfræði. Hvað er myndið staðsett þessa músík sem er þarna?
Sko þetta fyrir mitt liti þetta ekki bara rapp, þú veist, eins og þetta oft Það eru ballöður líka. Já, algjörlega, og bara söngleikja ballöður eins og gerast bestar, sko. Og þarna það alveg rock í þessu og funk eins og þú nefndir, og það bara allar tónlistarstefnur, sko. Sem bestu söngleikir gera, finnst mér. Þetta svona söngleikja rapp. Hvað fannst þér standa upp úr, Orri? Í þessari sýningu? Já, eða svona söng, fannst þér þetta vera rapp eða varstu... Nei, ég hefði aldrei sagt það. Þú sagði þannig að þetta ekki rapp og ég var í hugsaðmyndu, ég hefði aldrei sagt þetta að vera rapp, sko. Nei. Ég var svona þess vegna meðan hann fór ég að horfa á Hamilton. Ég var að reyna að átta mig á hvað geti staðsett þessa músík, sko. Já, og kannski þetta bara sér söngleikja Þetta í grunninn bara söngleika músík sem heimta svolítið að þú ert alltaf að syngja svona út í salin og svona, þannig það ekki venjuleg lög sem gera þetta, sko. Nei, þannig það bara sér lög sem eru í þessu. Já. Ég held að mitt margir þegar fólk heyrir að þetta sé rapp, þá mitt svona en þetta miklu meira en það, þetta ekki rapp söngleikur. Tengingin, sko, sem svo briljant að, þú veist, Hrafn Gunnlaugur að kveðast á, þessi forna íslenska hefð að kveðast á, hún rímar rosalega vel við rappið. Og þegar þeir kveðast á í lokin, þetta verður svona eins og heitir rap battle. Þetta bara menn að kveðast á og sína hver betri, þú veist, og það bara, og það ótrúlega svona fallegt rím milli og speglun milli nútímas og Rapp tungumál skáldana hjá okkur og svo þú veist, höfðingjarnir og jarlanir ekki alveg í þessu rappi, það öðruvísi bragur, tónlistarbragur og svona blær í öllum. Og við notum tónlistarstefnur sem svona tól í rauninni til þess að sýna ákveðna liti á persónunum. Þannig okkur fannst það mjög mikilvægt, ekki bara heyrðu þau hérna diskólag hér, það skemmtilegt. Okkur fannst það svona þurfa að vera einhver ástæða, akkur diskólag hér. Hann bara þegar Gunnlaugur búinn að ná öllu, hann búinn að fara til alla þessa landa og bara komin á toppinn, þá getum við nota diskóið sem einhvers konar túlkun á fræðinni. Þannig, og eins með rockið hjá konung Englands, að það er svona mjög orkumikið en oftar en ekki, þú veist, þú skoðar aðrar svona subgenres af rocki, þá mikið að grimmd og grönsi og skítuleika, sko. Þannig þetta vorum alltaf með einhverja svona ætlun fyrir hverri tónlistefnu fyrir sig. Alveg eins og rappið tungumál íslenskra skálda. Herðu, þetta sett upp bara í svona kassa með svona fletti og svo brammi sem gengur upp og niður. Snýst ekki í sviðið? Nei. Það bara undir einhverjum timbri? Já. Við erum alltaf vonast til þess að geta að fara með þetta líka til útlanda. Ég hugsaði þegar ég sá þetta, því að það náttúrulega, maður orkinar alltaf leikursólum að vera að setja upp svona mannmarga sýningar. Grey gjaldkerinn, sko, að því að þótt þetta gangi vel að þá skilar þetta svo litlu, að því hvert kvöld svo dýrt. Þannig ég hugsaði, þetta vel sýning sem mætti bara flytja niður í Eldborg, sko, sem ekki leikurs, að því að þetta notar ekkert. Þetta notar eitthvað græjur sem ekki til þar, sko. Það var ég að hugsa. Já, akkurat. Af því að ég finn alltaf til með gjaldkerunum sem að kannski eftir að koma með sýningu sem bara gengur en það bara kvöldið of dýrt til þess að það skilja þeim, sko. Já. En þetta nú ekki svo fjölmenn sýning. Jú, við erum 19 leikarar. Hún náttúrulega mjög fjölmörg, en sko fjölmenn, segi ég. En við erum öll, eiginlega allt kastið líka sína línu. Já, og þannig að leikararnir nýtast mjög vel í húsinu, sko, en sko, það hljómsveit náttúrulega. En þó að sko leikmyndin sé mjög flókin og var mjög flókin í uppsetningu, þú veist að það var þetta flugkerfi keypt inn í húsið til þess að halda þessum pramma og allt það, og ég ætla ekki að gera lítið úr allir þeirri vinnu sem fór í að búa hana til og allt það, þá hún samt ekki, það ekki margar sviðskiptingar, þú veist, það ekki nú kemur þetta hús inn og backdrop og loftinu, þannig að hún faktist séð einföld, þú veist, þó hún sé mjög flókin í undirbúningi. Já. Bara leikhópurinn sér að skipta senur. Já. Og búningarnir, eða þú veist, þau búa til nýjar svona aðstæður. Ilmur segir þetta sem leiðin til útlanda? Já. Þetta til útflutnings?
við erum bara mjög áhugasamir fyrir því og við ætlum nú bara... Þið takja vel í það ef eitthvað myndi byggja hana? Ég get sagt bara þegar ég hitti Gísla Örn fyrst, það var eftir sýningu í LHÍ, þá heyrði ég allt í henni hann segja, við verðum að taka þetta út og ég hugsaði, nei, nú heyrði ég eitthvað villist. Ég að ímynda mér þetta. En ég held að ég var ekkert ímynda með þetta. Nei, maður sér það alveg fyrir sér og en auðvitað hvað þýðingu varðar verður þetta kannski svolítið tricky. Það svo mikið af íslenskri kímni að mér finnst í textanum sem mér finnst sko kannski erfitt að þýða eins og ég tek alltaf þess að þetta dæmi hann fikk ekki að fara í för en hvað næsti bær við nú að flytja á næsta bæ við. Þetta er svona skemmtilegar hvernig við erum að leika okkur með tungumálið. Þessi hnyttni þarf að vera í rauninni eins að mér finnst í enska textunum líka og það þarf bara líka það þarf einhver rosa sterkan í bæði íslensku og ensku. Já, við erum með markað þannig. Það einhver séni sem tekur þetta að sér. Já. Því ég nefndi Hrafn Gunnlaugsson og Flosa að borða kjötið. Ég held að Hrafn hafi dreymt að væri þetta að búa til norðran, það er ekki vestran. Þetta yrði svona genrs í kvikmyndum. Þá minnir mig að einhver hafi sagt en það bara uppselt sko. Það er bara svo fátt til sko. Við höfum vestran, við höfum mafíuosamyndina, að sumir þetta sko engaspærin, þessi eini sem fittar ekki inn í samfélagið. Svo erum við náttúrulega, við erum vestran vindinana, og svo kannski þetta tróða samaræjunum hann inn, en bara það er engin áhuga á því að fá þetta víkinga sett inn. Það er nú ekki sagt. Nei, þetta var sagt fyrir 40. Og sjá okkur nú. Það er algjört víkingablæti út allan heim. Út allan heim, já. Þetta er ekki víkingablæti. Þið voru að tala með áðan arfin og eitthvað hlera. Ég er inn á Facebook, þá sé ég mikið að svona Ísland þvert á flokka og það fólk er alltaf með svona víkingarmyndir af sér. Íslenska fánan og eitthvað svona rosalega hetjur. Þannig að þetta er líka algjörlega stórhættulegt svæði. Við skulum líka halda því til haga að Gunnlaugs saga Ormstungu er ekki víkingarsaga. Þetta er ekki, og það eru margir sem nefna þetta sem víkingarsögu. Hann drepur eitt víking að vísu en hann fer ekki víking, hann fer að yrkja og hann er skáld fyrst og fremst hann Gunnlaugur. Já, þetta er náttúrulega þessi skírskotun í viking, það er náttúrulega í rauninni búið að cancelera vikingum sko. Þú veist, þeir eru ekki eitthvað sem maður á að horfa upp til sko, eða já. En sögusviðið er stórmerkilegt auðvitað og gaman að... Já, þetta er rosalega saga, einmitt, já. Það verður gaman að fylgjast með þessu. Finnst þetta merkileg sýning? Já, mér finnst þetta bara mjög merkileg sýning. Ég spyr bara því með mestu reynslulegna við bara. Nei, þegar ég sá þetta í LHÍ og ég var, vissi sérna að þá fór ég ekki í Íslands að mér langar að vera með. Mér var eiginlega alveg sama hvað ég gerði, mér langaði bara að vera með í þessu projekti, sko. Og að því að ég bara, það var svo mikill kraftur og orka og einmitt eitthvað svona, bara eitthvað nýtt. En jafnframt líka einmitt þetta upphefja þennan góða sagnaarf sem við eigum. Ég sá þetta ekki í skólanum en þarna í Þjóðleikhúsinu þá er þetta sko, þetta er kraftur og keyrsla og ekki yfirkeyrsla sko, þetta er ekki, alls ekki. Þetta er bara sprúðlandi sköpun í þessu. Það er gaman að heyra að það hafi líka einmitt það sé þannig ennþá. Það gerst alveg út á 12. bekk þar sem ég satt. Já. Og þeir svo sáu það náttúrulega, þeir voru í leikhúsinu. Þeir vissu svo sem að móttökurnar eru svona góðar að það búið að vera nokkra genarpröfuð ekki. Kom ykkur ekkert á óvart. Við vorum auðvitað búin að vera með þetta verk svolítið í vassanum núna í 4 til 5 ár. Og síðustu 2 ár erum við alveg búin að vera var við hvað þetta er flott verk. En það er bara loksins ótrúlega gaman að sjá fólk taka vel í þetta og maður er kannski minna hissa og bara meira spenntur og þakklátur fyrst og fremst. Og svo þakklátur líka að hljóðdeildinni og öllum hinum deildum húsum sem sjáum það að textinn skilir sér vel
og leikararnir í framburði sínum. Bara allir, við erum bara með Hauk í hverju horni sko. Þetta bara, og geggjaður meðbyr frá einmitt leikurunum, þú veist, reynslu miklu leikurunum og líka þessu ungu sem komin og bara allir svona saman í liði og það var alveg og það maður vissi ekkert hverju maður mátti búast við, þú veist, maður bara nýr í húsinu og bara eitthvað við erum einhverju strákapungar hérna sem koma hérna inn og alltaf verið að segja mann að hitt ekki hetjurnar sína svo eru hetjurnar sína bara besta fólk þetta bara yndislegt þetta búið að vera mikill meðbyr í húsinu með þessari sýningu sko. Það hjálpar eflaust líka. Maður verður alltaf mjög svona þakklátur fyrir það einmitt sko. Algjörlega. Frábært af okkur að tala með þessa góðu sýningu. Hafsteinn, Ólífer, Jakob og Ilmur. Kæra þakkir. Takk fyrir. Við ætlum að setja hérna áfram við rauðaborðið, við erum allir að skilja þetta samfélag og heiminn og okkur sjálf. Næsti kaflir eftir augnablik. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti Samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Stórhátíðin Myrkir músíkdagar hefst í Reykjavík á morgun. Það verður boðið upp á sannkallaða veislu, skils mér, næstu daga. Og hún komin hingað að rauðaborðinu, hún Gunnhildur Einarsdóttir, framkvæmdastjóri hátíðarinnar. Vertu velkomin, Gunnhildur. Takk kærlega. Fiðringur í maga? Já, það ekki laust við það. Sko. Já, ég mjög spennt að það sé loksins að fara að gerast. Man búin að vera skipuleggi mjög lengi. Já. Þannig að það alltaf svolítið svona hátíðar tilfinning þessa vikuna einhvern veginn. Ég trúi því. Þú ert ekki nýgræðingur í þínu starfi? Nei, einmitt. Þetta 3. hátíðin sem að ég stýri og nú búin að fylgjast auðvitað með hátíðinni, bæði auðvitað sem flytjandi og líka var aðeins viðriðin hátíðar áður en ég tók við. Og ef ég má skjóta inn í sem flytjandi segir þú ert hörpuleikari. Já, einmitt. Og spilar aðalega nútíma tónlist. Akkurat, ég hörpuleikari sérhæfði í nútíma tónlist og hef bara allan minn feril verið að fást við samtíma tónlist. Þannig að já, þetta efni stendur mér mjög nær. Já. Einmitt. Hvað saga hátíðarinnar löng? Sko, Myrkir músíkdagar eru nefnilega ein elsta tónlistarhátíðin á landinu. Hún var stofnuð 1980 af Tónskáldafélagi Íslands og hún var bara stofnuð gaggjart til þess að tónskáld fengju verkin sín flutt. Það vantaði svona einhvern vettvang til þess að bara einmitt koma saman og bara flytja þessa tónlist og Tónskáldafélagi bara réðst í þetta að stofna þessa hátíð og hefur bara verið árlega allir götu síðan. Einmitt. En fjall kannski eitthvað niður í COVID eða eitthvað? Já, við frestuðum eitthvað aðeins, það var nú samt, hún fjall ekki alveg niður, sko. Hún var aðeins frestað náttúrulega auðvitað, þú veist, eins og allt. Já. En sem sagt, 80, þetta þá 47? Já, ég held að, eða 45, alltaf það hafi ekki fallið þarna einu niður, já, kannski, já, eitthvað svolítið. Og eins og þú segir, vettfangur tónskálda fyrir nýverk. Núna urmull íslenskra tónverka að fara að heyrast í fyrst skipti? Já, algjörlega. Sko, ég var að tella þetta saman í vikunni og það eru 80 verk flutt á hátíðinni og helmingunum þeirra frumfluttur. Þannig að það eru 40 frumflutningar og það eru 60 tónskáld sem eiga öll þessi 80 verk. Þannig að, og mikill meiri hluti þeirra innlendur eða starfandi hér á landi. Þannig að já, þetta algjör uppskeru hátíð, bara senunar og það svona það sem við leggjum áherslu á núna. Þetta ekki eingöngu tónskáldafélagið að flytja sínu verk, heldur erum við að reyna að bara skapa samfélag svolítið, eða svona þjóna okkar samfélagi kannski og okkar senu, þannig að þetta svona, það áherslan á íslensk tónskáld og flytjendur og þeirra verkefni og þannig að fólk hafi vettvang til að pröfa sig áfram, þú veist, sína hvað það að gera og líka til þess að hafa svona
á einum stað einhvern svona vettvang þar sem maður getur bara farið og svona séð hvað er að gerast í sinnunni, þú veist. Þannig að líka erlendi gestir og það er alveg svolítið mikill fjöldi af þeim sem kemur, bara gaggjart til þess að kynna sér, þú veist, hvað er í gangi. Já. Þannig að það er merkilegt, sko. Já, mjög merkilegt. Þetta er frábært tækifæri fyrir alla aðila, atvinnumennina, gestina og getur maður átt vona á því kannski ef maður sækir listviðburð á hátíðinni að sjá tónskáldið í salnum? Algjörlega, það er eiginlega, mjög mörg eru við stödd, eiginlega held ég að stiðja öll. Og við erum náttúrulega líka mjög mikið að vinna í bara, þú veist, sýnileika og sýnileika hátíðarinnar og líka opna okkur út af við, eins og kannski svona, þú veist, ég veit ekki, fólk hefur stundum fundist þetta kannski verið svolítið svona jaðarhátíð, hún hefur náttúrulega verið það, þetta er þetta hvað segir maður, jaðar tónlistarstefna en en við erum svona svolítið að reyna að sína að opna okkur og reyna að ná til nýra markhópa og sína bara að, þú veist, svona abstrakt lista og erindi við fleiri en halda það, þú veist, það eru held ég mjög margir sem að hafa gaman af, sko, ef það þorir. Þetta er ju saga sem að Gunnar Smári, ritstjóri hér á Samstöðinni, sagði nýverið, það var ein fyrsta minning hans, hann var krakki á Hressó með eldri bróður sínum og það var spiluð í útvarpinu sem allir voru bara að hlusta á Hressó, þannig var þetta einu sinni að það kom einhver nútímamúsík og þá kom óskum að það er bara slökkt á nútímamúsíkinni og það var gert, sko. Það er ég man svo sem líka eftir því bara hjá sjálfum mér og aftur er sama heimild, það er Ríkisútvarpið. Að þegar mann var boðið upp á nútíma tónlist þá, mér varst hún ekki leiðileg en hún var krefjandi og hún sneri öllu á haus sem að maður hafði áður vanist að hlusta á. Nákvæmlega, en ég held að þetta sé einmitt svo mikilvægt, þú veist, að við tökum okkur tíma til þess að heyra eitthvað nýtt, þú veist, og ég er einmitt að kenna í MIT og ég er með hóp þar sem ég er með áfanga sem heitir tilraunatónlist, það sem eru krakkar úr öllum báðum deildum skólans, þú veist, klassísk og ritmískri og ég er svona að kynna þau svolítið fyrir þessari tegund tónlistar og auðvitað ungi krakkar, þau eru kannski ekkert kynnast þeim mjög mikið, en ég er einmitt alltaf að segja þeim, þú veist, eitthvað þarf ekkert endilega að finnast þetta skemmtilegt en þú veist, það eina er að vera bara forvitin og gefa því sjens og hugsa, þetta er tónlist sem fer mann til að hugsa, fer mann til að svona aðeins að staldra við kannski og oft er, þú veist, verið að gera einhverja tilraunir og það er gaman að spá í því, þú veist, hvað er verið að gera tilraun með, þetta er ekki bara svona einhver einföld afþreying, heldur er þetta listviðburður og maður getur líka þú veist, þetta er mjög svona sjónrænt líka, þú veist, aftur að horfa á fólki verið að flytja tónlistina, það getur verið mjög bara áhugavert, þannig að ég líki svo oft við, þú veist, bara að fara á myndlistasýningar, þú veist, þegar maður fyrir á nútíma myndlist, þú veist, í safni, að þá sér maður ofta eitthvað sem mann langar ekkit endilega að hafa heima hjá sér á veggnum, þú veist, en það hreyfir rosalega mikið við manni og upplifunin situr eftir og maður hugsar hana lengi eftir á og og þannig, þú veist, er ofta gott að hugsa tónlist sem er krefjandi, að þú veist, að leyfa upplifunin að vera einhvern veginn, aðeins að dæma hana. En að því sögðu að þá er bara svo fjölbreytt tónlist í boði á myrkum að það er alls ekkit bara krefjandi tónlist, þú veist, það er alls konar. Það er líka lagræn músík. Já, það er bara, við reynum rosalega mikið að sýna bara alla senuna og það er náttúrulega bara svo óbúslega fjölbreytt inntak í tónskálda í dag, þannig að það er ekki bara eitthvað eitt og þannig að þú veist þessi svona, hvað maður að segja, fordómar eða stimpill sem að svona, þú veist, eða kannski þessar hugmyndir sem maður fær strax í kollin þegar maður heyrir samtíma tónlist, það er ekkit sannar alveg lengur, þú veist, það er bara svo margt undir þessum hatti, þú veist, það er symfónísk tónlist og kórtónlist, en það er líka, þú veist, raftónlist og það er, þú veist, við erum til dæmis með núna, tölvuleik sem er tónlist og tölvuleikur í einu, þú veist, það er listaverk sem er tónlistar tölvuleikur
bæði sem að hún... það Hagaskóla? Já, það verkefni sem Steinunn Eldflög, tónlistakona, hún gerði eigin tölvuleik sem er til sínis, en svo var hún líka búin að vera að vinna núna í allan vetur með nemyndum úr Hagaskóla með áfanga þar sem að þau hafa verið að búa til sinn eigin tölvuleik og þau gerðu mér þess að 2 tölvuleiki sem að eru svona tónlista tengdir tölvuleikir og þar eru þau auðvitað að semja allt og hanna og gera og prógramera. Þannig að þetta er alveg ótrúlega skemmtilegt verkefni. Þannig að það er alveg bara, gífurlega fjölbreytt og þú veist, jazzkotið efni, þú veist, fólks, tónlist sem að, bara jaðra við að vera jazz eða alls konar. Þannig að það er ekki bara eitthvað eitt sem maður getur heyrt. Og munu einhverjir nemendur Hagaskóla þá koma fram? Já, eða þú veist, tölvuleikurinn þeirra verður til sínis og það verður hægt að spila hann og þau verða á staðnum og það er að spjalla við þau þú veist, ferlið. En bara gestur og gangandi geta komið í Hörpu og spila leikinn. Þannig að það verður mjög skemmtilegt, held ég. En þetta er nú svolítið, hljómar svolítið spennandi að maður skildi ætla að þarna náiði ef til að náiði unga fólkinu frekar að borðinu. Og það er, af því þú sagðist vera að vinna í MIT, þar eru líka nemendur skólans með slott. Akkurat, þetta er svolítið einmitt þáttur í þessu að við erum að reyna að ná til nýra áhörenda og bara yngri og okkur finnst líka bara að þú veist, hátíðin hafa ákveðinu uppbyldis hlutverki að gegna, þú veist, að sýna að þessi tónlist er að gera hana aðgengilegri og þar er sem sagt, ég held að þetta sé 3. skipti sem MIT er með og það er alveg nokkrir hópar úr skólanum, mjög metnaðarfull dagskrá og flott og einmitt þarna fólk úr Hagaskóla og svo eru líka nemendur úr Listaháskólanum sem að taka þátt í einu verkefni þannig að 2 verkefnum verið sá þannig að við erum svona með öll eiginlega stig námstigin. Frábært. Fara flestir viðburðana fram í Hörpu? Já, það er eiginlega, það er allt sem er í Hörpu nema að við erum með svona hljóðinnsetningar sem eru í Borgarbókasafninu. Það opnaði mitt núna á sunnudaginn og það er 2 svona 2 hljóðverk sem eru þar og það er að skoða þau núna alveg í 2 vikur. Þau verða opin alla þessa viku og fram að vetrarhátíð næstu helgi. Og svo erum við með lokatónleikahátíðarinnar, þeir eru í Hallgrímskirkju, það er Kantok ensemble sem að syngur þar. Er það á sunnudaginn? Já, á sunnudaginn, já. Þannig að það eru svona 2 tvent sem er ekki í Hörpu, en annars eru við bara þar. Já. Og stendur yfir hefstanarkvöld og fram á sunnudaginn? Já, það er opnun klukkan 6 á morgun, rétt fyrir tónleikasinfoníunar og kammerkórinn Huldur, einmitt svona ungmennakór, flytur mikið að eigin verkum eftir eftir félag úr kórnum. Þá í Hörpu horninu? Já, einmitt og það er svona hátíðleg opnun og þau eru með svolítið veglega dagskrá og svo bara erum við alveg stanslist fram á, í Hörpu á föstudag og laugardag og svo á sunnudag er barnaprógram í Hörpu og svo tónleikarnir í Hallgrímskirkju. Og er Sinfó að spila nútíma músík? Já, Sinfó er alltaf, hún er svona, það eru ákveðnir sem hafa verið svona fastagestir eiginlega, ég þóri ekki alveg að fara með það hvort það er alveg frá upphafi en ég held það að það er svona symfónihljómsveitin og kammersveitin og Kaput allavega kom mjög fljótt líka inn þannig að það eru svona þessi stóru kammerhópar og hljómsveitir sem hafa eiginlega verið, eru bara með svona fast slott á hátíðinni og eru alltaf með sína dagskrá þar, þannig að það er svona fastagestirnir okkar. Ég rendi yfir nokkra viðburði þegar ég var svona að reyna að undirbúa þetta spjall við þig og það er sannlega mjög margt sem vekur forvitni og áhuga auk þess sem þú hefur nefnt þá það eru þarna, hvað maður að segja, mörg stór nöfn. Eitt er málmblásarahópurinn Apparat. Akkurat. Já, þetta er einmitt hópur frá Berlín og þau eru algjörlega sérhæfð í nútímatónlist og það er alveg svolítið gaman einmitt að Bergrún Snæbjörnsdóttir sem er að vinna með þeim að svo gaman að fá svona hóp til landsins sem að er svona
þú veist, sérhæfður í einhverju ákveðnu og auðvitað erum við hérna á Íslandi með opáslega færa hljóðfæraleikara í öllum störfum en við erum kannski ekkert með rosalega marga hópa sem að virkilega gera ekkert annað en að spila svona tónlist og þess vegna þetta verkefni mjög spennandi og þetta líka bara gaman hvernig að því að þau vinna þetta mjög náið þannig að Berggrunn og hópurinn þannig að þetta verður örugglega svona, já, ég hugsa mjög svona áhugaverðir tónleikar og einmitt mjög sjónrænt flottir líka. Já. En getur þú greint það sko hvort þetta mest strengir eða? Nei, ég myndi nú ekki segja það. Þetta eru bara alls konar hljóðfæri sko. Bara veður út víðan völl. Já, ég get nú ekki alveg hvort að já, það er bara Þannig að hver og einn ætti að geta leitað algjörlega, já, ég held það og svo erum við mitt með fullt af ókeypis viðburðum líka sem að hægt að þannig að það er hægt að bara koma og kynna sér það líka. Og allt fólk 16 ára og yngri fær frítt. Já, það er líka stefna í hátíðinni sem sagt að allir 16 ára og yngri og ókeypis inn og svo eru hátíðapassin bara mjög ódýr líka. 9.000 krónur fyrir öryrkja. Já, einmitt. Þannig að það er mjög gott verð á því allavega og við svona, einmitt það líka, okkur finnst það mikilvægt að halda verði í hófi bara líka einmitt upp aðgengi og annað. Fyrir andvirði eins sæmilegs sætis í Hörpu á sinfóníu tónleikum þá bara getur þú bara á 27 viðburði. Já, 27 viðburði, bara endalaus veisla. Já, nákvæmlega, já. Þetta er mjög spennandi. Já, takk. Mér langar aðeins að ræða við þig. Fyrstulega þá langar mér nú aðeins að kynnast þér betur. Já. Það er ekkert á hverjum degi sem að gestur eins og þú kemur hér að rauðaborðinu. Þinn ferill er náttúrulega svolítið sérstakur. Já. Í fyrsta lagi það bara þegar þú ákveður sem var þetta fyrsta hljóðfærið þitt harpan? Já. Og eina það? Já, ég reyndar byrjaði á píanó, blokkflautu eins og allir og svo píanó og svo þegar ég var svona 13 ára þá byrjaði ég á hörpu. Já. Og var það bara strax sem að þú tókst nútímamúsíkina fram yfir klassikina? Já, það allavega byrjaði svolítið stemma sko. Ég hafði alltaf svolítið svona úlingsárin sko, þá hafði maður mikinn áhuga á tónlist eins og Sjostakovich og Bartók og svona einhverjum svolítið svona úlingalega úlingalega klassík. Svona íkt. Já, svolítið svona mikið tilfinningu og svona dálítið drama sko. Og það voru svona uppáhalds tónskáld og Messiaen og eitthvað svona. Og svo fór ég náttúrulega, að því ég var byrjað að læra á hörpu, og þá fór ég náttúrulega að leita af sem sagt tónverkum eftir þessu uppáhalds tónskáld fyrir hörpu. Og það voru bara engin. Og það var svo leiðilegt. Þannig að ég var að hugsa, af hverju er þessi flottu tónskáld ekki að semja fyrir hörpu? Það fannst mér skrítið. Þannig að já, ég var alltaf svolítið svona að leita í þessa áttina og það held ég að þarna hafi kannski neistinn svolítið kviknað af því að ég bara gerði þetta svolítið að mínu ævistarfi að sannfæra tónskáldum að semja fyrir hörpu. Þannig að valið þetta hljóðfæri, það hangir kannski einhverju pínleikli leitið saman við. Já, sko, það er svolítið áhugavert að því að ég byrjaði að læra hörpu sko aðeins að þekkja hljóðfæri eða tónlist hljóðfæri sem þekkti ég ekkert rosalega mikið. Ég bara einhvern veginn sá þetta hljóðfæri og hugsaði að þetta er svo stórt einhvern veginn og mér fannst það eitthvað svo svona flott og heillandi en ég var ekkert eitthvað alveg meðvituð að þú veist aðal tónlistin fyrir hörpu er náttúrulega aðalega svona rómantísk þú veist, ég var ekkert alveg meðvituð það þú veist, þannig að það var ekki það sem ég fell fyrir, ekki þessi hljóðheimur heldur meira svona, já, lúkið kannski alltaf fyndið en já, af því að þú veist, ég menna margir sem lærðu með mér úti og svona, þetta voru svona kannski, þú veist, stelpur sem voru aldar svolítið upp í svona þessu prinsessu hlutverki kannski, það er svona auðvitað stereotypan, þú veist, þannig að ég kom inn í þetta svona allt öðru sjónum og það hefur kannski svolítið svona einkend minn feril. Er músík í fjölskyldunni? Ertu komin Já, aldeilis. Systir mín er náttúrulega Þóra Einarsdóttir, óperusöngkona. Já, systir Þóru? Já, þannig að það er mikil músík, sko. Og foreldrar mínir, þau eru nú ekki tónlistafólk, en þau hafa nú búið til 2 tónlistamenn. Þannig að þau eru bókað mjög músíkuls líka. Voru þau styðjandi í tónlistarnámi? Alveg afskaplega, já, mjög styðjandi. Hér var Jónas Sen gagnrýnandi í síðustu viku og
Við vorum að ræða það, sko, það er náttúrulega eins og þú þekkir mjög algengt að ungt tónlistafólk sé afkvæmi atvinnu tónlistafólks en þau þó allmörgu frávik sem eru frá því, það er eitt sameiginlegt sko, sem áhugi foreldrana. Nákvæmlega, já. Akkurat, bara stuðningur og hérna og bara opið hugafar líka, þú veist að hérna, Það var engin reynt að tellja þær hugvarf þegar þú fórst að tella áhugan á nútímamúsíkinni. Nei, einhvern veginn bara alltaf öllum hurðum haldið opnum einhvern veginn fyrir manni, finnst mér, þannig að allt var mögulegt. Maður ólst upp með þá tilfinningu að allt var mögulegt sem er ótrúlega ómetanlegt, held ég. Já, ég veit. Og þú sem sagt fórst utan? Já. Ung eða hvað? Mjög ung, já. Ég var 18 ára þegar ég fór til útlanda af því að ég var að læra hjá Elisabethu Våge, hörpuleikara, en hún átti þá heima í Hollandi. Þannig að ég fekk ekkit rosalega mikla kennslu, ég fekk bara svona á og til þegar hún var á landinu. Þannig að mér lá svolítið á að komast í alvöru nám af því ég vissi strax einhvern veginn að ég vildi vera hörpuleikari og þannig ég dreif mig og kláraði menntaskóla á 3 árum og fór bara beint út og var svo úti bara þangað til núna í COVID. Já. Þér var mikið niðri fyrir. Já. Þú varst alveg ákveðin. Ég var alveg ákveðin, bara mjög ákveðin, já. Hugsaður einhver tíman að ef þú myndir hika þá myndir ekki nenna þessu. Þá yrði bara að gera þetta einu rikk. Nei, ég bara er einhvern veginn svo, bara ákveðin og bara, það var bara einhvern veginn svo augljós leið fyrir mér, ég veit ekki. Eða þú veist, það komuð þetta alveg upp hnökrar og eitthvað, einhverjum tímamúti var ég búin að skrá mig í jarðfræði í háskólanum, en svo var það ekki úr því. Ég spyr meðal annars vegna þess að það eru ansi margir krakkar sem núna er náttúrulega allir bara, eða flestir, sem taka menntaskólann á 3 árum eftir að námið var stytt. En það eru margir sem að sko taka sér svo pásu í 1 ár. Og ég hef heyrt í dálti mörgum ungum Íslendingum sem ætluðu eitt áður en þeir tóku pásuna og svo fara þær eitthvað allt annað og sumir sjá eftir því en það er ekki. Þannig að bara ef þú hefur tíma til þess að svona fara í einhverjar aðrar áttir þá kannski breytast fyrir það getur verið. Það náttúrulega er alls konar, þetta er orðið allt annað landslag líka auðvitað núna. Þú veist, það er mjög hörð samkeppni bara störf í þessum geira og það er náttúrulega ekkert alveg sjálfgefið að maður geti unni fyrir sér og það bara, þú veist, ég útskrifaðist og hef svo unnið, þú veist, var í 20 ár eingöngu sjálfstæða starfandi hörpuleikara í nútímatónlist. Þú veist, í Þýskalandi? Já, í Þýskalandi. Berlín? Já. Þannig að, þú veist, bara það að geta lifað eingöngu á því og reikið fjölskyldu, verið með 2 börn og maðurinn minn er líka sjálfstæða starfandi nútímatónlistamæður. Já. Þannig að ég er ekki með einhverja fyrirvinnu eða þannig heima. Þannig að bara það, þú veist, að geta það er ekkert alveg sjálfgefið, sko. Og ég held að það sé orðið ennþá erfiðara núna heldur en þegar við byrjuðum, sko. Því að bara það eru margir störfin og maður þarf rosalega mikið að skapa sér sitt eigið umhverfi með þetta. Já. Þetta er einmitt búin að vera svona smá þema hjá okkur í þessari viku. Við höfum tekið fleiri en eitt viðtöl við listamenn harðari heim. Já. Og við kannski endum okkar spjall á því aðeins að ræða það. Já, einmitt. En sko, þú ert með doktorsgráðu í hörpuleik. Já. Frá Finnlandi eða eitthvað. Já, frá Sýbölisakademíunni. Já, ég bara... Hvað margir Íslendingar með doktorsgráði í hörpuleik? Í hörpuleik engin. Ég held að það sé nú bara mjög fáir í heiminum sem eru með doktorsgráði í hörpuleik. Já, ég hugsa að sé teljandi á fingrum begja handa. Þetta er svona mikið rarítið. Já, ég hugsa það, sko. Já, skemmtilegt. En já, ég ákvaði að fara aftur í nám og það var líka svolítið bara einmitt að því að svona þegar að karriérinn var að byrja, ég var nýútskrifuð með mastersgráði, ég lærði í Hollandi og var nýflutt til Berlínar og svona var að byrja að fóta mig í frílansvinnunni en það var svona alltaf hægt til að byrja með og alveg svolítið ströggl. Þannig að ég svona hugsaði að ég reyna að skrá mig í nám til þess að bara fá námslán aftur og skella mér í meiri skuldir og svona, en
En ég sé svo aldeilis ekki eftir því því að það var mjög góð tími til að því að ég var náttúrulega byrjuð að vinna mjög náið með tónskáldum og þarna sem sagt skrifaði ég vefsíðu sem er svona eins og encyklopídía fyrir tónskáld og flytjendur nútíma hörputækni og sem sagt nótasjón, hvernig maður skrifar það, nóterar þessa tækni. Og þetta hefur bara hjálpað mér gífulega í ferlinum eftir þetta allt saman. Ég fengi alls konar tækifæri út á þetta og líka bara, það er útrúlega gott að vera búin að safna þessum upplýsingum saman því að það er svo þægilegt því ég er að vinna með fólki að þá get ég bara sagt þeim bara kíkja á þessa vefsíðu, þar er allar upplýsingar sem þú þarft. Og já, það bara var alveg frábær skóli að gera þetta. Líka gott að vera að beisla nýja tækni með þessum hætti. Algjörlega, já. Og ég lagði upp með það að gera ekki bók, að ég var mikið að hugsa það hvort ég ætti að gera bók eða vefsíðu, en ég ákvaði að hafa vefsíðu því að þetta er bara svo sérhæft og mér fannst svo mikilvægt að fólk hefði aðgang að upplýsingunum en ekki að þeir væru einhvers staðar í bók eða á bókasafni eða maður þyrfti að kaupa það dýrum dómum, heldur bara aðgengi fyrir alla. Það er mjög mikilvægt. Já. En ekki segja mér að þú talir hollensku, þýsku og finnsku. Ekki finnsku, en hollensku og þýsku og frönsku. Ég byrjaði í Fraklandi. Glæsilegt. Þar hjálpar þér nú tónlistarselurnar alla. Líklegast, já, allir ekki. En þetta magna, þetta nú ekki einfaldasta tungumál í heimi, hollenskan fyrir okkur Íslendinga, finnst mér? Nei, hún nú samt ekki eins flókin og hún hljómar, sko. Það nú verið eftir öðru, ef þú hefur sagt mér að þú hefur líka lært finnsku. Já, ég reyndi, ég gerði heiðarlega tilraun, en já, það var aðeins svo flókið. Já, en 20 ár í Berlín. Já, einmitt. Og var þetta hópur sem að þú stýrðir? Já, sem sagt ég og maðurinn minn við stofnuðum svona kammerhóp, Ensemble Adapter heitir hann, og störfum ennþá með hann, sko, en aðalega þegar við byggum í Berlín þá vorum við mjög aktív og núna erum við flutt til Íslands og höldum hópnum og starfinu ennþá áfram, en við erum svona bara líka með aldrinum kannski aðeins að minnka við okkur og maður svona. Hvert er hans aðalhljóðfæri? Hann er slagverksleikari. Tónskáld, hann er slagverksleikari. Já. Og svo erum við bæði að semja líka svolítið og svona, já. Og þið í börn segir? Já, 2 börn. Eru þau eitthvað að velta fyrir sér músikinni? Já, þau eru bæði alveg að fulla í tónlist, sko. Já. Þannig að eplið fellur ekkert mjög langt frá eiginni. Nei. En það getur maður alveg ímynda sér hvað er verið að ræða yfir kvöldbandum? Já, akkurat, já, það er ýmislegt, sko. Þau hafa nú kynst ýmsu, sko, hvað, þau náttúrulega gerum ekkert endilega bara venjulega tónlist, þannig að það er svona leikfengin þeirra enda upp á sviði, þú veist, það er allt í nörðu horfun úr herbygginu og bara komin eitthvað upp á sviða eitthvað tónverk. Skemmtilegt. Lífið er leikur. Algjörlega. Stundum tónleikur. Já. Ég nefndi á þann þetta með hlutskipti listamanna. Já. Og áhyggjur sem margir sína því núna í dag, veraldlegu umhverfi. Já. Ég lenti nú í smá, ég segi nú ekki ríflildi, en smá rökræði veit kollega minn í gær það sko hvort köllun listamanna bæri ekki alltaf allt ofurliði, allar veraldlegar fórstendur. Ég vildi nú mótmæla því ég sagði að skipti auðvitað máli þegar þú stendur á þessum tímamótum, þegar flekaskilin eru og þú ert að velja þér karriér kannski eftir stúdentspróf. Það skiptir máli hvaða viðhorf við höfum til lista, það skiptir máli hver umræðan það skiptir máli hvaða möguleika þú hefur á að afla þér tekna. Og svo bara fyrir foreldra og stuðning foreldra við starf barna. Við viljum náttúrulega ekki að börnin okkar lendi í fátækra gildru. Algjörlega. Og það er svo margt sem hefur breyst til hins verra. Til dæmis tónlistarmenn, pop tónlistarmenn. Ég var nú einu sinni eitt slíkur og við höfðum alveg gríðarlegar tekjur af því að koma fram. Já. Það var meira þess að fyrir tíma bjórsins, það voru öll þessi risa sveitaböl, maður kannski seldi 800 eða 1000 miða og gæti lifað hátt í bara hálft ár, bara eftir 1 gig. Já. Og nú er þetta allt meira og minna farið, við erum með þessar stóru efnisveitur og korporisman sem tekur mjög mikla tekjur, Spotify og hvað þetta heitir allt saman, rithöfundar eru á Storytel,
fávalla eyri fyrir það. Bóksala hefur minkað heilmikið og í gær þá ræddi ég við talsmann meðal annars myndlistamanna sem að sagði að þar væri með skortur og rýmum svo mikið vandamál að það ber allt sama brunni. Hvað dettur þér í huga að við getum gert til þess að snúa vörn í sókn? Þetta er aldrei stór spurning. Það er mjög stór. Já, ég veit það ekki, en ég verð að segja auðvitað, þú veist, fylgjum maður alltaf, þú veist, hugsjónin, eða þú veist, það er erfitt að slökkva niður í ungu fólki sem að langar eitthvað, þú veist. Og það er ótrúlega fallegt, þú veist, að ungt fólk sem að bara hefur drauma og bara lætur vaða. Það er eitthvað alveg ótrúlega magna við það. Og mér finnst einmitt á Íslandi ótrúlega magnað hvað okkur sem samfélag hefur tekist að gera ungt fólk sem að hefur svona mikið sjálfstraust. Hefur tekið eftir þessu. Mér finnst ungt fólk svo flott og það hefur svo mikið sjálfstraust og það þorir og það lætur bara vaða. Það gengur ekki alltaf, þú veist, við vitum það sem eldri erum, að það er ekki alltaf að allir verði stórstjörnur. En það er samt svo miklu betra en hitt þegar að fólk er einhvern veginn, og ég hef kannski samanburðin við, þú veist, Þýskaland, það sem að það er einhvern veginn, það er ekki svona, mér finnst það svo ungt fólk sé ekki með þetta svona, það sjálfstraust, því líður ekki eins og það sé svona sjálfsagt að það getur bara þú veist, verið með hljómsveit, gefið út eitthvað og bara látið vaða. Að rýmið hér sé meira. Mér finnst það og mér finnst það eitthvað svo opaslega fallegt og ég þakka menntakerfinu fyrir. Mér finnst einhvern veginn íslenskt skólakerfi vera að gera vel þarna að, þú veist, að fólk börn eru sjálfstæðir einstaklingar, þau einhvern veginn, það hlustað á þau og þau fá einhvern veginn allavega upplifi ég það þannig að þau hafi meira sjálfstraust til þess að láta vaða og þar að leiðandi eru fleiri sem að komast eitthvað. Að því að þú veist, það er náttúrulega alltaf verið að tala um þetta af hverju svona óbúðslegur fjöldi háklassa listamanna frá Íslandi, þú veist, eins og í tónlist, það eru bara, miðað við höfðatölu er þetta náttúrulega bara eitthvað fáránlegt. En ég trúi því að það sé svolítið þetta er svona ákveðin nætívismi líka, þú veist, að ég get þetta alveg örugglega, þú veist, það var eitt band sem var stelpa sem var í MIT, hún heitir Laufey og þú veist, okkur eftir ég ekki bara alveg eins að, þú veist, þannig að það er eitthvað svona, mér finnst það rosalega fallegt, en svo er líka annað sem er kannski áhugavert, að finnst mér líka, þú veist, það er ekki litið niður á ef að maður er kannski að vinna aðra vinnu með, eða maður er kannski, þú veist, maður er listamaður og að skipuleggja að hátíð eða, þú veist, mér finnst það líka vera eitthvað sem að Íslands samfélag gerir vel, að auðvitað, kannski fólk vinnur stundum aðeins og mikið því að það tekur að sér aðeins og mörg verkefni, en það er þetta svona að það er allt í lagi einhvern veginn, að þú veist, bara ef maður þessi félagslegi sveigjanleiki. Já, og bara sveigjanleiki líka, þú veist, það er líka bara svona ákveðið, mér finnst vera fólk opið fyrir því að fólk til dæmis breyti karriér, þú veist, að fara allt innu úr því að vera rithöfundur í að vera eitthvað allt annað, þú veist, og það finnst mér vera jákvætt, en svo bara, þú veist, en svo mætti líka bara reyna að beisla þennan kraft listafólks einmitt í þessu, á þennan hátt betur, því ég held einmitt að eins og tónlistafólk, þetta er náttúrulega bara ótrúlega agað fólk, ef þú hugsar út í, þú veist, bara alla menntununa sem er búið að fara í, sem sagt, tónlistamannesku, allar æfingarnar, maður þarf að vera mjög agaður, maður þarf að vera mjög skipulægur, maður þarf að, þú veist, maður lærir alls konar hæfni sem að nýtist auðvitað í alls konar öðrum störfum. Og við erum að tala um fólk sem er í 2 skólum og meðan flestir eru bara í einum. Nákvæmlega, og leggja ótrúlega mikið á sig, það kann að vinna og þetta var einmitt mjög áhugavert því ég var í Japan jólin og fór einmitt í heimsókn í tónlistarháskóla þar, sem er menntaskóli og tónlistarháskóli og þar voru þau að segja mér sem ég fannst alveg ótrúlega áhugavert er að þau í skólanum eru með svona sérstaka skrifstofu sem er svona atvinnuráðgjöf eða þannig og
hjálpar sem sagt útskriftarnemum að finna sér starf að útskrift lokinni og þegar ég fór að spyrja aðeins nánar út í þetta, þá var ég að spyrja hvaða störf er það hjálpa að sækja í hljómsveit eða einhverju áditionir, svo nei, það er ekki þannig, því að hún sagði, sem sagt, skólinn er svo meðvitaður það að auðvitað, það eru mörg hundru mann sem eru að koma í gegnum skólan, auðvitað er ekki allir að fara í starf í symfóníuhljómsveit eða verða einhverjir einleikarar, það er náttúrulega miklu fleiri sem að fara í gegnum tónlistarmenntun heldur en þeir sem að meika það, skilur en þá er skólinn sem sagt gagngert að aðstoða fólk sem að kannski sér ekki fyrir sér karriér í sem atvinnu tónlistafólk það er að aðstoða þetta fólk við að finna sér vinnu og það er að aðstoða það við að fara í sem sagt atvinnu viðtöl, tengja við fyrirtæki og svo er það aðalmáli að japansk fyrirtæki eru búin að kveikja á því að þetta er mjög eftirsóknarverður starfskraftur þannig að þau bíða bara í röðum stór fyrirtæki, bankar, tryggingafyrirtæki eða þú veist auðvitað stóra tónlistafyrirtækin, þú veist Yamaha og öll þessi fyrirtæki sem eru þarna að þau bíða bara í röðum að ráða inn fólk úr tónlistaháskólunum sem er kannski bara með, ekki bara, sem er með píanómenntun að það er að ráða það inn sem sagt og svo bara, þú veist, á það karriér leið innan fyrirtækisins sem sagt og það er bara búið að finna út af því að þetta fólk er, þú veist, auðvitað mjög agað, það er skipulagt, það kann að vinna, það er lausnamiðað, það er skapandi sem eru hæfileikar sem maður vill mjög gjarnan hafa í dag. Það getur tjáð sig. Þrautþjálfað í framkomu. Það getur tjáð sig, það er ekki með svona, þú veist, það getur haldið kynningar, það er ekki hrætt við að standa á sviði. Þannig að það er bara búið að komast, þeir eru bara búin að komast að því að þetta eru bara yfirbörðar starfskraftur. Þetta er alveg stór merkilegt. Já, mjög merkilegt og að þetta sé verið að vinna svona saman, skólinn og fyrirtækin eru bara, þú veist, búin að fatta þetta einhvern veginn. Já, ég ætla bara hér að senda atvinnulífinu sem er að fylgjast með þessu spjalli ákall og við tökum þetta upp að hætti Japana. Algjörlega, já. En veistu hvort hvort þetta átak bara er svona sjálfsprottið eða hvort þetta byrjaði sem einhvers konar opinbert átak? Ég veit það ekki, en mér fannst einhvern veginn eins og hún var bara alveg hissa hún var bara svona, konan sem var að segja mig frá, hún bara svona rétt myndist á þetta og ég einhvern veginn greip þetta og fór að spyrja nánar og mér fannst eins og hún veri bara hissa að mér þætti þetta óvinnulegt, þú veist, það er eins og þetta væri alveg sjálfsagt, bara sjálfsagt mál einhvern veginn og það sem ég sé líka í þessu, það er að ef til dæmis bara styðjandi foreldrar gætu haldið áfram að hvetja börnin sín eins og við viljum náttúrulega gera þegar við finnum að börnin okkar brenna fyrir einhverju, að það verður svona viðbótar stuðningur að geta sagt að einhver umbun gæti falist í því bara að þreyja þorran hvort sem að þau myndi starfa með beinum hætti nákvæmlega, já. Að þau fengju einhver svona veraldleg laun fyrir allt erfiði, fyrir allan áhugan, fyrir allar æfingarnar, fyrir all kvöldin, fyrir allar helgarnar, fyrir allar tvöföldu skólagönguna, fyrir allan agan. Nákvæmlega, já. Mér finnst þetta bara alveg stórmerkilegt og auðvitað, þú veist, veit ég að þetta hefur sannleik, þú veist, af því ég þekki þessa krakka og ég veit hvað þau eru dugleg og bara, hvað tónlistafólk og auðvitað listafólk er bara, það er gott að maður getur beislað hana skapandi kraft líka í annað, þannig, Mér finnst þetta mjög inspirerandi. Ég bara fyllist bjartsýni. Já, ég líka. Já, þannig að, og það var akkurat það sem ég þurfti því að mér finnst ég hafa verið í dálítið depur talandi hlutskipti listamanna. Ég hef stundum verið að bera saman liðna tíma. Ég vil nú ekki vera gamli kallinn öskrandi upp í skíin, reiður, allt var betra í gamla daga. Ég vil ekki vera sátöður. En ég hef haldið því fram ítrekkað í minni þáttagerð að mér fannst til dæmis minni ákvörðun fyrir minn árgang 85, útskriftar árgangur mentó að stökkva út í heim og leggja allt undir, að myndi bara allt blessast veraldlega Já, ég veit, og það er svo margt sem hefur breyst, húsnæði náttúrulega orðið svo brjálæðislega dýrt, erfitt fyrir ungt fólk að koma inn og svona, þannig að það skiptir auðvitað, því efnahagslega umhverfi skiptir einhverju máli. Algjörlega. Þótt ég trúi því sem þú segir að yfirleitt láti fólk köllun að ráða og þetta með íslenska sjálfströstið er mjög áhugavert líka. Já, ég finnst það og einmitt, bara
að láta vaða og svo, þú veist, ef það gengur ekki þá er hægt að finna þeirra leið. Það er einhvern veginn ekki allt bara glatað einhvern veginn. Nei. En kannast ekki svolítið við það sko í starfiðinu sem kennari og deildarstjóri í MIT að sko margir halda því fram að það hafi verið miklu fleiri sem höfðu svona milligott í gamla daga en núna sko lepi fólk döðun og skel eða svona stórstjörnur og kannski draumar margra barnanna sem eru í námi hjá þér eru kannski ekki alveg raunsægir en samt betra en einhverjir draumar. Þú myndist á Laufeyju áðan og eitthvað svona. Það hefur aðeins fjarað undir þessu millilagi kannski. Eða hvað? Já, ég veit það bara ekki alveg, sko. Auðvitað held ég kannski að krakkarnir, þú veist, séu ekkert alveg farin að hugsa svona langt ennþá, sko. Þú veist, þau eru náttúrulega bara í sínu námi og og við viljum náttúrulega bara hvetja þau áfram í því, þú veist, og svo kemur hitt einhvern veginn, en við náttúrulega reynum að þú veist, sýna þeim að líka bara, þú veist, það eru alls konar aðra leiðir og það held ég sé svolítið mikilvægt einmitt að sýna bara fjölbreytnina í tónlistarlífinu, þú veist, það er ekki bara að verða einleikari eða stórstjarna eða fá vinna í symfó, heldur þú veist, það er ekkert að vera með karriér að spila nútíma tónlist í 20 ár á Hörpu, þú veist, það er mögulegt, það er ekkert auðvelt, en það er mögulegt og það eru alls konar, þú veist, einhverja leiðir sem að, þú veist, svo fjölbreytta leiðir sem fólk fer. Já, það er meira fusion, það er svona meiri fjölbreytileiki hefur verið. Og það er rosa gaman, sko, að geta að reyna að blanda saman og reyna að vekja áhuga á fjölbreyttu bara viðfangsefni einhvern veginn. Þú ert farin að hlakka svo mikið til myrkra músíkdaga að ég heyri það að streymi bara jákvæðinni frá þér. Já, kannski. Þetta verður gaman, það er veisla framundan. Þakka þér fyrir þennan útúrtúr frá hátíðinni. Mér finnst þetta allt tengjast. Já, ég er alveg sammálaður. Það gerir það, sko. Þetta er þú veist, og auðvitað með hátíðina, þú veist, það tengist því alveg, við erum, þú veist, einmitt að reyna að skapa, þú veist, einhvern samfélag og skapa vettvang fyrir fólk sem vill sinna þessu og auðvitað erum við, þú veist, með allt og lítinn pening og allt og lítinn, þú veist, ég þarf ekki einu svona að tala um það, þú veist, það er bara augljóst, en við reynum bara að gera það besta úr því sem við höfum og þannig að það þjóni sem flestum einhvern veginn. Kæra þakki fyrir komuna Gunnhildur Einarsdóttir, framkvæmdastjóri Myrkra músíkdaga, virkilega gaman að spjalla við þig og gangi ykkur vel á næstu dögum. Já, takk. Og með þessu glaðværa spjalli okkar ljúku við dagskrá samstöðarinnar í kvöld, rauðaborðinu er lokið. Mér langar að þakka ykkur hlustendum áhorfendum fyrir samfylgdina, þakka öllum viðmælendum, þakka samstarfsfólki mínu hér, tæknifólki og öðrum á samstöðinni og mest þakka ég ykkur sem greiðið samstöðinni mánaðalegt framlag í gegnum vef okkar samstöðin.is, þar er hnappur sem heitir áskrift og ef þið eruð aflögu fær þá viðhaldið þið okkar umræðu fréttir, þjóðmál og ekki síst menningu eins og núna í þessu síðasta spjalli. Það kostar aðeins 2.750 krónur að ganga í styrktaraðir okkar. Þannig að við vonumst til þess að fleiri ykkar sjáðu ykkur fært að tryggja það að við höldum áfram með okkar dagskrá því án ykkar eru við ekki neitt. Ég heiti Björn Þorláksson, takk fyrir kvöldið, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.